Ég ætlaði að minna á QR-kóðan strax. Kemur á eftir. Hvenær
svona. Hann var að lappa. Hann er einhvers þar. Það er nú, Já, hann kom hérna í mig. Já, þú ert með keppendalista, Nonni? Ég er með keppendalista, eins og sjá má á skjánum er það Ísak Logi Víver, Arnar Geir, sem er fyrsta viðureign dagsins. En maður sjá, ætli ég ekki keppendalista hérna. Jáhá. Já, þetta er allt á sín stað. Já, það er flott. Já, ég held að ég sé líka með aðgang að þessu. Ég bara brainfartaði svolítið með það. Já, alveg rétt. En við fáum í heildina 9 viðureignir í dag. Það er rosalegt. Já. Fyrstu viðureignar eru undir 17 og svo taka kanónurnar við eftir hlé. Já, er þetta ekki U19 þannig? Er þetta U17? Þetta eru vist allt U17 ballar. Já, það? Já. Já, ok. Ég hef það allan frá traustum heimildum frá Kolbeini Kristinsinni sem er auðvitað matchmaker. Hann er matchmakerinn? Hann er matchmakerinn og ekki eini, það eru 2 núna, karlkyns atvinnumenn í hnefaleiku. Já, það eru 2. Eru 2. Það má ekki gleyma honum Emin Gadri, þá hann sé lágvaxnari. Já. Áts. Nei, já, það má ekki gleyma honum. Já. Sko, Nonna ná sér í peysu. 9 viðureignir, segir hann. Já, fyrstu 4 viðureigninar U17. Þeir eru með hjálma, þeir eru 10 únsu hönskum. Nei. Ég er líka með einhverja tölfræði hérna hanskastærð hjá mér. Það er okkar því. Já, hanskastærð bóna. Nei, það eru fyrstu 3 partar. Það er þessu að vera 10 únsa hanskar. Það er náttúrulega unglingar bara. Þannig mega sens þeir eru minni og ekki 12 únsna hönskum. Já, svo er restin bara 12 únsum. Þetta er svolítið spennandi. Ungaveikta banda er kvöld. Sigurjón Guðnason, Ágúst Davíðsson. Það er banda í kvöldsins. Það er rosa bæ. Já. Við getum kallað það main event of the evening. Og það væri ekki eftir undanmörgum. Það fannst ég alveg að setja þetta sem main event of the evening. Það er ég kannast inn að vinna ástætti banda í kvöldsins. Bjarni var rosa. Já, Veginn Kóngl. Veginn að Kóngl? Hann hefur nú ekki boxað í 10 ára. Já, það er rosalega. Það eru til upptökur á honum hérna HNI upptökunni bara já, bara 2016 og 17 eða eitthvað. Þá var hann meira sem fara á móti hérna þá var hann að fara á móti þjálfaranum hjá Arnarfirði. Karlari. Þú veistu hvað vatnar eru langar í U17? Þetta er á hreinu. Þetta er annarkvöld. Þetta eru 2 mínúna, held ég. Ég er nokkuð viss þetta frekar en 1,5 mínúta. Ég ætti að geta fundið það einhvers staðar hjá mér. Ég ætti að geta fundið það einhvers staðar hjá mér. Mér finnir að
Dömur og herrar vegna smátæknilegra rauningar þá erum við að syngja örlítið en við byrjum hérna rétt innan skamms vegna smátæknilegra rauningar. Takk fyrir þólumina. Vorum að fá hérna, erum við live? Erum við live? Erum við live? Við erum sjálfsögðu live. Já, ok, já. Við erum bara ótrúlega live. Erum við ekki lifandi? Jú, það er bara... Ég er lifandi. Já, ég líka. Það er bara eitthvað sem mikið power á þessu klúðinu, en núna 20 mínútur yfir 1, tæknilegur örðurleikir. Tæknilegur örðurleikir. Er það á okkar hólum eða? Er það þú með sem stendur fyrir þessu? Við erum að díla við tæknilegur örðurleikir, en ég er ekki segna um það. Þú ert bara að klappa. Ég hef aldrei svona lengt. Já. Það kemur fólk sem að hilsa mér þetta. Já, ég er góð. Hvað er það? Já, það veistu það. Þetta er gaman. Sko, þetta er ekki gott hérna fyrir forvitna, þá er ég að mæta í vinnu sko klukkan 4. Þannig að þessar tafir eru ekki að hjálpa stöðunni minni sko. En vonandi er ekkert að gera einhverjar ráðstafanir þar. Já, við gerum það, alveg bótið. Mig grunar að þetta sé hérna það er búið að vera eitthvað að víxla dómurum hérna allan hring og það er verið að taka einhverja nýja inn, mér skilst að dómaranámskeið sé nýbúið að ljúka, þannig að það eru einhverju nokkru fylgifiskar hérna sem er verið að útskýra hlutina fyrir regluverki í kringum þetta. Bam, bam. Lítur að vera erfitt fyrir keppenduna að þurfa að halda sér heitum hérna bara í auka hálftíma. Mega ekki missa svitann niður, þeir eru búin að vera hérna geta ekki einu sinni bórað í nefið, þeir eru allir konur í hanskana. Standa hérna á miðalíkni bara. Já, geta ekki klónað þetta. Það halda sér sjóðandi heitum. Það fyrir stað að vera þetta líka að byrja bara. Góð æfing í þolinmæði. Já. Blúhöllin. Fyrsta skipti sem ég kom hingað. Sem ég man eftir allavega. Já, ég veit ekki með aðra í Blúhöllinni, en með matrættir er búin að laga sem tæknilegum á. Já, nákvæmlega. Sko. Klukkan er komin á síðasta. Já, hún virkar. Já. Það er bara... Mér sýnist hann bara að vera að stíga upp í ringina fyrir kvalleik. Já, ég get ekki séð betur. Jæja, dömur og herrar, kærar þakkir fyrir biðina, afsakið þetta vegna tæknilegra örðurleika og þurftum að seinka örlítið. En ég ætla að byrja á að bjóða ykkur hjartanlega velkomin hingað í Blúhöllina í Keflavík. Það er ljósanóta, geggjað veður úti, aðstæður hérna eru upp á 10 og það er bikarmót HM9 að fara að byrja núna og ég vil fá gott klapp í salinn. Má ég heyra í ykkur ljóðið? Hjartanlega velkomin, hjartanlega velkomin. Ég vil minna á það að þið sjáið hérna, það eru 2 skjáir hérna sikur með við mig. Á eftir þá mun birtast hérna upp á skjánum geggjaður QR-kóði og þið getið valið bardagamann kvöldsins, Blue Car bardagamann kvöldsins eða Fighter kvöldsins með QR-kóðunum í símanum ykkar. Þannig að það er upp á ykkur komið, kæru áhorfendur, hver verður bardagamaður kvöldsins hér í kvöld. En við ætlum ekkert að tvína hana neitt við þetta, við ætlum að vinda okkur beint í fyrstu viðuregnina. Hún er í U17 karlaflokki drengja, nánatiltekið í -70 kg þyngdarflokki. Og við bjóðum fyrst velkomin inn í hringinn úr bláa horninu fyrir hönd Hnefareikafélags Þórs. Velkomin inn í hringinn, Arnar Geir! Herru, já, U17, þú er rétt fyrir þér. Herru, ég ætla að þjóta á myndavélina hérna fyrir ofan. Við sjáumst inn á Skams. Já, það er bara gott að blessa. Já, anstæðingur Arnar Geirs í dag. Hann kemur úr Hnefareikafélagi. Hann er að bjóða velkomin inn í hringinn og tók Ísak Logi Víver. Og svo í rauða hornið. Ísak Logi Víver. Sjáum að hérna. Það stígur niður hringinn. Ísak Logi Víver.
dómarinn skoðar hanskana. Þetta er tryggjulega með allt. Hann fer á sig hjálminn. Og hérna sjáum við Daða Ástúrsson í hóðunum. Það er spennuflugin stemning í salnum. Strákar, þið þekkið regluna eða ekki? Engin hönd fyrir aftan höfuð, engin hönd fyrir aftan bak, engin hönd undir besti. Hlustið á mig öllum stundum og ég er góðan stað. Strákar. Ég vil ekki vera frá fyrstu barndagi dagsins K12. Láttu heyra í okkur. Við erum komin á stað. Það er Arnar Geir sem á fyrsta högg dagsins. Jæja, þá er ballið byrjað. Þá er ballið byrjað. Það er mjög spennuþungi stemning í salnum. Já. Báðir svolítið að, góð stunga þarna. Báðir svolítið að finna sig ennþá. Eina sem heyrist í salnum er braki í hringnum. Já, það er rosalega tens. Ég þori varla að tjá mig. Góð hægrið þarna í bodyið. Það er léttur þarna, vinstri krókur lendir vel hjartarið þarna. Flottar hreyfingar, ég veist ekki við fyrr. Daði Ástúrs kallar eftir því að Ísak verði duglegur með jabbið. Jabbar hann það vel. Hreyfa sig duglega strákarnir. Já. Góðar hreyfingar hjá báðum. Ennþá svolítið að finna sig. Góð yfirvegun, góð hægrið þarna. Pressar á hann. Flott vinstra hendur hann hjá Arnari. Svona shovel hook eða uppercut, góð stunga þarna líka. Koma 10 sekúndur eftir að lotunni. Það er fyrsta lokan búinn. Jæja, fyrsta lotan. Róleg lota fremur. Kom í svona 2 hollum við 10 sekúndurnar og hann eitthvað tíman fyrir miðju. Virðast ennþá báðir verið að finna fjarlægina og vegalengdina sín á milli. Já, heldur betur. Það var mikil yfirvegun í þessum bardaga og kannski kom svona kafli þar sem var ekki mikið að gerast, ekki hátt átótt. Nei. En mikil yfirvegun og flott box í rauninni hjá Arnari Geir. Já. Meðan hann kannski verðskulda sigurinn þessa lótu. Já, stjórnaði hringnum. Já. Var með pressuna svolítið og lenti aðeins hreinni höggum. En þá er bara spurning hvernig hann kemur inn í lótu 2. Andstæðingur hans. 10 sekúndur. Já, 10 sekúndar. Önnur það fannst að það var rétt í þér, þetta eru 2 mínútur. Já, voru það 2? Þetta eru 2 Já, mínútur. sko. Eitthvað mundan. Eitthvað mundan, eitthvað kannan. Já. Sjáum hvernig Ísak Logi kemur tilbaka. Virðist alltaf vera aðeins meira á framfætinu með þessari lótu allavega. Já. Mér finnst eins og Arnar Geir sé svolítið opinn svona í skrokknum, sko. Hann gæti prófa aðeins að pikka þar í hann. Já. Hann Ísak. Já, nákvæmlega. Prófaði þetta líka eitthvað tíman í fyrstu lótunni en svo eitthvað með náði Arnar bara að stíga áfram. Högg hjá Arnari. Flottur þarna. Hann á svolítið erfitt með Arnar Geir, þannig að hann ákveður að
vaða fram og slá nokkra fléttur. Svona flækjast fættinni pínu. Flott hreyfing þarna. Virkilega flott hjá Ísaki. Kom inn með vinstri krókinn og rúllaði undir og pivotaði út. Það var flott. Hann á svona bjarta kafla. Mjög bjarta kafla á og til. Svo Anna tók hann hægra aftur í bóttið. Það er til í að sjá það aðeins virkari. Þetta er svolítið fremur fá. Kemur hann með jab, þrist og aðra stungu. Ísak. Þetta er svolítið... Þetta er svolítið rólegt. Þetta er svolítið fá högg fyrir fyrir ólympískt box í þessum þyngdarflokki. Þetta er svolítið, þeir eru svolítið mikið að finna sig og það er kannski við því að búast frá svona yngri strákum, sko. Já. En þetta er mjög flott box. Þeir eru að sýna mikla einmitt. Þeir eru að hafa góð stjórn á sér að missa sig ekki bara í að reyna að hjóla hinn andstæðinginn niður. Já. Þannig maður hefur svolítið séð í undir 17 bördöfunum að þá mæta tveir þindalausir og láta allt flakka, sko. Þeir eru aðeins passívari en sýna mjög flotta takt. Já, þeir eru mjög tæknilega góðir og það er eitt að geta líka. Það segir mikið að geta haft svona að vera svona yfirvegaður yfir hringnum þegar þú stendur frammi fyrir einhverjum sem er að reyna að kýla því andliti, sko. Já. Að missa sig bara ekki í einhverju reiði eða adrenalínkársu, sko. 100%. Þriðja og síðasta lotan. Þriðja og síðasta lotan. Við erum aðeins eftir í klukkunni. Stígur hann fram þannig með 1-2-1. Sko, það sem Ísak gerði svolítið vel á hann er að hann fór með hægra hendina og stundum stunguna í líkamann, en það sem maður vill þá sjá í framhaldinu er að hann taki jabbið og láta eins og hann sé að fara aftur í magan og fara þá upp. En það hefur ekkert, það er svolítið setupið sem hann ætti að vera að leita eftir með því að fara í magan, sko. Já, einmitt. Það er að fá hendurna niður og eins og núna stunga í hendunar, opnar fyrir hægra hendina uppi. Einmitt. Það er svona, óþægri þarna frá. Og dómarinn er komin í klandur. Já. Sá þess að hægri hendi koma. Já, Arnar Geir virtist fá skilaboð frá þjálfarana sínum í milli lotna að hann hætti nú að reyna að smella hann bara með hægri hendinni. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Það er gott plan. Já, ef ég kann líkamsræningu rétt, þá túlka ég þetta þannig. 40 sekúndur eftir. 40 sekúndur eftir. Væri til að sjá smá hérna Ísak Loga enda bardagann rosalega sterkt. Já. Góð vinstri krókur. Rosalega flottu vinstri krókur. Dómarinn kallar tími. Þetta fór fram með mér. Hvernig fór hann að því að missa góminn? Já, ég var ekki bara fyrir það að hann hafði missað góminn. Nei, ég held að hann var að fara að gefa honum áminningu kannski fyrir að slá með opna lófa í þessum krók eða álíka, en þetta Jimmy pulled that up. Hvað gerðist eiginlega? Hvað gerðist þarna? Og við byrjum aftur. Nei. Og þar með líku viðurreikningu. Já. Sko. Það er með lauk bara viðurreikningu. Það er Nonni, hvað fannst þér um þetta? Þetta var... Já, gott fólki Ísaki og Arnari virkilega gott fram. Það var flott að þeirra framistuð hér í kvöld. Góð leið til að byrja kvöldið. Já. Og hérna... Yfirvegaðir úlingar. Já. Yfirvegaðir úlingar. Góð leið til að byrja kvöldið. Það er rétt að árétta að Ísak Logi keppir að sjálfsögðu fyrir hönd Hnefaleikarafélags Reykjanes. Ekki Hafnarfjarðar. Opposí. En það er eðlilegur missiglingur þar sem að Daði Ástráðsson er nýtekinn við sem yfirþjálfari í Hnefaleikarafélagi Hafnarfjarðar. Já. Það var áður í Reykjanesi. Já. Það er nefnilega, það er leikur munurinn. Já. Herru, ég spái Arnari sigri.
Já, ég verð nú að vera Ég hallast að honum á þess að ég þarf nú að vera sammála því. Með að við já, ég hugsa það. Eða hvað veit maður? Þetta var eitthvað svo jafnt hana fannst mér fyrir utan mögulega fyrstu lótuna. Já, tildulega. En já, kannski óþarf að sjá sig mikið en því að maður er svo leiðilt þegar maður hefur svo rangt fyrir sér. Já, ég veit, það er erfitt að fara að koma með eitthvað líka þegar maður er að fylgjast með og lýsa bardaganum á sama tíma. Það er hægt að dæma hann á gera alla þessa hluti. Mér sýnist ákvarðanir vera komnar. Og þar með skil ég þig eftir Nóni. Já, gott fólk, það komið niðurstaða í hús og það er sigurvegari eftir einróma dómaraúrskurð. Sá keppandi kemur úr bláa horninu fyrir hönd Nefaleikafélags Þórs, Arnar Geir. Það er Arnar Geir frá Nefaleikafélagi Þórs sem að fær fyrsta sigurinn. En þú gefa Arnari virkilega gott hvað fyrir þeirra framistöðu hér í dag. Þeir stóðu sér hrikalega vel. Það er einróma dómaraákvörðun í bláa hornið. Arnar Geir sækir fyrsta sigur dagsins. Sem er bara sanngjarnt ef ég verð að segja eins og er. Og við bíðum þá eftir næstu viðureign. Og ég, biðst fólks en ég gæti nú farið illa með þessu nöfn. Þetta er Krzysztof Karikovski á móti Volodymyr Moskvich. Jæja, gott fólk, þá vindu okkur strax í viðureign nr. 2 hér í dag og það er einnig úr U17 karlaflokki en þessu sinni í mínus 65 kg þyngdarflokki. Bardaginn í dag er 3 sinnum 2 mínútur og við bjóðum fyrst velkomin inn í ringinn úr bláa horninu fyrir hönd Nefaleikafélags Akranes, Volodymyr Moskvichov. Hér er það er smá glundróði hérna. Og andstæðingur Volodymyr hér í dag kemur úr rauða horninu og keppir fyrir hönd Nefaleikafélags Kópavogs. Bjóðið velkomin inn í ringinn, Krzysztof Karikovski. En það hérna er Krzysztof Karikovski kominn í rauða hornið. Hann er frá VFC í Kópavoginum. Jó. Annar bardagi dagsins, gott góð, látum þetta vera í okkur. Það er nýr hringdómari. Bing bing. Hér fyrir við á stað. Volodymyr frá Akranesi. Já. Ættum nú kannastu að hann öflugar, dísers, emmitt. Hérna eru þessir þindalausu sem við töluðum á, sem við sársögnum. Kominn svo kallaðir. Glinsaðir hérna. Armandas í horninu hjá Krzysztof, kallaðir Chris. Kallast því að hann swingi ekki vilt og galið. Já, sýndist hann vera að sveifla svolítið með aðra hendina niðri. Góð vörn hanna. Sjáum hérna, ég er ekki frá því að þetta sé fyrstskiptum að hún Dominika sér ringdómgæslu. Já. En við sjáum að hún er vel einbeitt og það fer ekkert fram í henni. Og hörð stungað hanna hjá Volodymyr. Volodymyr virðist alltaf halda svona frekar miðjunni. Chris virðist ekkert of spenntur í að stjórna henni. Hoppandi
Fljúgandi vinstri krókur þarna frá Volodymyr. Aðeins búið að hægjast á tempóinu þarna. Víðir krókar frá Volodymyr. Chris að reyna að finna jabbi sitt og Volodymyr byrjaði bara að sveifla. Flott upp og niður hjá, niður og upp, hvernig frekar. Hjá Volodymyr þannig, jabbi body og hægri yfirhandar í haus. 10 sekúndur. Mætti miskilast ef maður segir eitthvað sem er upp og niður. Já, nei, það má ekki. Nei, Unnið þar á. Það var ekki. Það endar fyrsta lótan. Hrátt mat, Garpur. Hvernig leist þér á þetta? Við fengum það sem við biðum allavega. Aðeins byrjuðu mjög öflugir, bara í einhverju slöggfesti. Já. Fannst þeir báðir rosa flottir, sko. Chris að fá einmitt frá Armandas að sveifla ekki vilt og hann virtist taka það til sín, en í kjölfarið svolítið bara kjölfarið fóru eiginlega afskaplega fá högg út frá honum meðan við Volodymyr. Mér fannst hann vera með fleiri högg í gegnum alla lótuna og virðist leita mikið að þessum vinstri krók, hvort sem það sé step out pivot krókur eða hvort hann ætla bara að negla hann með honum beint í hann, sko. Já. En jú, flott lóta. Flott lóta. Flott nefalega innsæði frá þér þarna. Já, takk. Ég elska við boxið, það sem sér eitthvað í boxinu sem maður sér ekki sjálfur, sko. Nei. En hérna erum við tilbúinir í aðlótu. Önnur lóta. Hún er komin á stað. Hann hafði Chris honum þegar hann kom inn með stífri vinstri. Chris verðist enda að vera svolítið að finna vegalengdina á jabbinu, verðist svolítið bíða eftir að Volodymyr komi inn og ætla að ná honum þar, taka mót honum með stungunni. Já. Hann er eitthvað svona... Láta hann mæta stífri vinstri hendi. Ótrúlega flottar hreyfingar frá Volodymyr. Chris svarar fyrir sig og bara rúlar fram hjá honum. Chris byrjar að pressa aðeins meira núna líka. Já. Það er stundum... Það er ekki nóg að pressa, maður þarf aðeins að hóta. Já. Fólk að garga í salnum, það er flott. Já. Góð ráð frá, og heyrðu. Kom víður krókur frá Chris. Volodymyr. Beygir undir hann. Steppinn hægri. Armandas að kalla eftir einmitt, tvöföldu jabbi frá Chris, reyna að loka sér í vegalengd á milli þeirra. Finna aðeins, virðist ekki alveg vera. Hann kom vinstri krókurum frá Volodymyr. Hérna vill Chris nefnilega vera, hann vill svolítið vera nálægt honum, sko. Já. Loka vegalengdinni og veit þjálfarinn segir honum ekki að swinga, en óminning þarna fyrir að fara bak við höfuð. Stá aftan á höfuð, viljum ekki sjá það. Armandas passar upp á að Chris nú passar upp á fundamental atriði í bóksinu. Upp með hendurnar, segir hann. 10 sekúndur. Já, jabba. Trapp. Lendir Volodymyr hrikalega vel. Yes, þarna. Það er svo spennuþrungin stemning í salnum. Já. Og hún dregur mann eiginlega í sig bara. Já. Það er erfitt að halda upp í samræðum þegar það er svona tension í loftinu, sko. Já. Og tala yfir svolítið það sem er að gerast. Það er það. Þetta, hvernig fannst þér þessi lóta, Nonni? Mér fannst hún flott. Ég held að ég gef hana í bláa hornið til strákana á í Akranesinu. Mér finnst Volodymyr, honum líður aðeins betur í hringnum. Já. Maður sér það. Og hann á auðveldarlega með að setja saman höggin sín og veit hvað hann ætlar að gera í ákveðnum stöðum. Já. Þannig að þegar Chris kannski double jabbar inn og er búinn að loka fjarlæðinni, þá veit hann bara hvað hann vill gera. Já. Og hvernig hann ætlar að sleppa. Já. Ég er eiginlega sammála þessari greiningu, sko. Það virðist verið eins og Chris sé ennþá svolítið að finna hvar hann vilji eiga þennan barda. Hvar bardaginn eiga sér stað. Hvort hann eiga að vera fyrir utan að jabba svolítið og bíða eftir að Volodymyr komi inn eða
Voldimir virðist aðeins þægilegur í vegalengdinni og veitir svolítið betur hvar hann vill vera og hvar hann ætti að vera. Já, ég sammála því. Hérna hvað, þriðja og síðasta lóta. Góð hægri fyrir Voldimir. Góð stunga líka. Hrikalega góð stunga. Vonum að Chris verði ekki ragur. Það svo leiðilegt þegar manni líður eins og maður lendi engu og fái bara högg tilbaka. Þá stundum bara best að kýla á þetta, sko. Já, best að kýla á þetta. Já, bara, kýla bókstaflega á þetta, bara taka skrefin áfram og láta hendurna, já, hann vill hann vera. Flott högg þarna í bótinn hjá Chris. Vill gera þetta smá dirty. Já. Hann kom vinstri krókurinn frá Voldimir. Steig vel út fyrir hann. Þetta var þungt högg. Hann fær talningu. Já. Hann segir svo góður, Chris segir svo góður, hann búinn að halda áfram. Já. Þungt högg og þar með enda bardaginn. Já, þar. Smá hérna. Já. Þar með enda bardaginn. Smá pælingar. Þetta var eitthvað hérna. Það var smá diskuteringar hana. Þetta stundum þegar það kemur hérna count í lók-lóktur. Þá getur þetta oft, þetta ekki fyrsta skipti sem maður sér eitthvað svona misskilning í lók bardagans. Þar sem þetta hérna, var þetta að byrja lótuna, enda bardagan? Stoppar klukkan þegar, Þegar þeir fá count? Já. Ég ætti nú að vita þetta. Hún ég veit ekki, ég held að klukkan stoppi ekki. Eða hvað? Jú, það getur verið. Jú, hún stoppar. Já, það var svona, það átti að vera svona ræfilsleg spurning til fagmannsins. Já, dísels, og hann klúraði henni. Voldimir virkilega gott kraft fyrir þeirra frammistöðu hér í dag. Jæja. Ég spá þessu, Voldimir virtist vera dulleri og lenda aðeins hérna kraftmeiri og fekk kraftmeiri höggum og fleiri höggum eflaust í gegnum allan bardagann. Þá koma dómarinn niðurstöðu hér í dag. Það er einróma sigur. Að þessu sinni úr bláa horninu fyrir hönd Nefalikafélags Akraness og Volodymyr Moskvitjov. Það er eins og við héldum, það er Volodymyr Moskvitjov frá Nefalikafélagi Akranessar sem að fær einróma dómarákvörðun. Sigur með einróma dómarákvörðun, stóð sér hrikalega vel, öruggur í sínum aðgerðum. Vissi hvað hann vildi, átti svör við öllum spurningum sem hann fekk frá Chris í VBT. Bara ekki hægt að þræta yfir þessari ákvörðun, myndi ég halda. Við höldum ótrauð áfram. Það er næsta viðureign. Þriðja viðureign kvöldsins og ef að heimildar mínur eru réttar þá var það Sindri Þór Einarsson gegn Kristjáni Edvards sinni. Nei. Blöðin eru vitlaus. Já, ég er alveg skann. Já, og maður fá upplýsingar það að blöðin sem liggja á dómaraborðinu eru vitlaus en MMA-fréttir alls þess að með alltaf hreinu og ekkert vitlaus hjá okkur í þetta sinni. Ótrúlegt en satt. Niðurst allt bara ganga sem vanlega gangi hérna. Það er spurning hvort það verði einhver töf þar sem að nei, það verður svona allir vera tilbúinir. Jæja gott fólk, þá vindum okkur áfram í þriðja bardaga dagsins og hann er einnig í U17 ára karlaflokki, nánar tiltekið í 70 kg þyngdarflokki.
Við bjóðum fyrst velkomin inn í hringinn úr bláa horninu. Þessi keppandi keppir fyrir hönd Hnefaleikafélags Reykjavíkur. Bjóðum velkomin inn í hringinn Kristján Eðvarðsson. Og í rauða horninu andstæðingur Kristjáns í dag keppir fyrir hönd Hnefaleikafélags Hafnarfjarðar. Bjóðum velkomin inn í hringinn Sindri Þór Einarsson. Academy. Það mætir Sindra Þór Einarssoni frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar. Sjáum hann hér. Og þjálfarinn hans Arnór Már Grímsson undirbýr sinn mann fyrir viðregnina. Það er bara að festa hjálminn, koma öllu fyrir. Just cause they heard where I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world is fucking pain. I was slave, gun the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no, dancing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Við erum tilbúinir að hefja standa. Allir tilbúinir. Sjáum hér sjónarhornið úr rauða horninu. Mér skildist yfirþjálfari mótsins Sævar minna á að það verði engir skjáir undir, þannig að við munum ekki vita fyrirfram að milli lotna hvernig lotna fóru. Það er þriðji bardagi kvöldsins farin af stað. Hérna byrja ballið. Hérna byrja ballið. Ég verð að hætta að segja kvöldið. Það er bara klukkan 2 eða eitthvað. Já, ekki einu sinni. Eða 5 í. Já, 5 í 2. Takk fyrir að leiðra þig mig. Já. Það eru engir sensakefni hér. Nei. Herðu Kristján á móti Sindra. Þetta er spennandi. Sindri reynslu meiri. Hann Sindri. Já. Já. Frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar. Ó, góð hægrið þarna frá Kristjáni. Mjög góð hægrið. Ég sýndist lenda í hanskanum. Sindri yfirvegaður. Alveg steinn í framann. Já, pollrólur. Pollrólur yfir þessu. Ó, önnur hægrið þarna frá Kristjáni. Kristján er svakalegur í þessum hægri höndum. Tvær í röð þarna. Davíð núna hlýtur að vera ánægður með þetta. Þarna opnaði hans aðeins fyrir uppökið, en Sindri tók ekki tækifærið. Þetta var víð hægri á honum Kristjáni. Og tvær hægri hendur frá Sigvorum aðila framhjá. Horfum á þetta. Góð hægrið hana frá Sindra. Góð hægrið hana frá Sindra. Púlaði svo aftur og reyndi að lenda annari hægri. Hægri Kristján er að smetla. Með tveimur.
Þannig kemur önnur hann yfir stötu vinstri króku frá Sindra. Já, klappar honum aðeins. Þar endaði loðan virkilega skemmtilega loða. Já. Reykjavík svolítið til hana frá Hafnarfirðinum að vera svolítið, þeir eru mjög yfirvegaðir, mjög rólegir og það getur stundum einmitt leitt til þess að þeir tapa fyrri lótunum því að þeir eru bara svo rólegir. Þeir eru ennþá að finna sig, mæla vegalengd og mjög yfirvegaðir og flottir og tæknilega allir mjög flottir en svo þegar þú færið einhvern eins og Kristján sem er ekkert gunshæk greinilega og bara neglir út hægri höndum þá skiptir það ekkert endilega máli hvort það lenda alltaf eða ekki þá er þetta fleiri högg sem þeir eru að kasta út og með mismunandi árangri kannski en það sem þeir gera frá Hafnarfirðinum oft er að þeir koma oft tvíefldir tilbaka alltaf milli lotna. Þeir fá góð ráð frá Arnóri og hann er eflaust að leggja fram eitthvað gameplan núna við Sindra til að aðeins koma tilbaka inn í bardagann. Einmitt. Og í mynd sjáum við Davíð Rúnar, landsliðsþjálfara og Icebox mótahaldara ásamt Þórarinn og við förum á stað hérna. Og svo Þórarni Hjartarsinni ein pæling. Ein pæling? Hann er podcastarinn mikill. Já, breytir þannig Kristján til og fer í boddið, fer svo uppi. Sindri virðist alltaf að setja aðeins meiri pressa á núna og núna fara það bara að sveifla. Já, hann ætlar að svara fyrir sig. Já. Ég er ánægður að sjá það. Þannig að önnur hægri hendi beygir sundi yfir hægri frá Sindra. Klintsaðir hérna, break og fyrir þannig að dómarinn yfir regluna með break það þýðir sem sagt að báðir boksarar þurfa að stíga skrif tilbaka áður en þeir geta að fara að sveifla frá sér höggum. Hanna, góð stunga frá Kristjáni. Ríkala stól að hann Sindri hefur fundið fyrir þessu og önnur hægri. Þessi hægri hendi hjá Kristjáni er að mala gull. Já. Ég held að sé ekki hægt að orða þetta betur en það. Já. Vinstri hendin aðeins lágt niðri til að vera að verjast þessum hægri höndum frá Kristjáni. Það er vinstri hendin hans Sindra. Og við sjáum að hann hreyfist töluvert minna Sindri. Já, vinstri hendin hjá Sindra á það svolítið til að pósta út, liggja svolítið neðarlega. Liggja svolítið neðarlega. Og þarna hefði Sindri þurft að þjarma aðeins betur að honum. 10 sekúndur eftir að lótið 2. Já. Það er bóksið. Þetta var svolítið skrítið, en Átni hringdómari á hreinu. Break, stopp, box. Break, stopp, box. Já, það er Þetta sjáum við Arnór Már Grímsson veit að Sindrason einu sinni góð ráð. Vill fá að mér skilst fleiri hægri hendur. Það sé virkar á hægri hendunni. Nú er ég bara að túlka líkamstjáningu en ég sé það svona þegar menn fara að synda svona með hægri hendunni að Já. Hann byrjaði líka lótuna svolítið skemmtilega. Hann var búinn að lenda sér að hægri hendi Kristján í Sindra svolítið oft í fyrstu lótunni og svo kemur hann út í lótu 2. Það fyrsta sem hann gerir er að jabba og færa niður í skrokkin. Já. Og ég veit ekki hvort að Davíð sé að fara að stinga upp á því núna þegar Sindri eru örugglega að fá þau ráð að halda vinstri hendinu uppi að reyna að bregðast eitthvað við þessari hægri hendi að þá er einmitt gott stundum að breyta til og færa hann yfir í body. Sjáum til. En ég býst við flugveldum núna frá Sindra allavega. Það er þriðja lóta, við erum komin á stað. Aftur. Önnur hægri hendi hjá Kristjáni, hún er, eins og segir, hún er að mala gull. Já, fer þannig að, herru, Sindri er að... Núna er Sindri kominn í gang. Já. Og hann er með drullu sama hver þú ert og hvaðan þú kemur.
Sjáum hvernig Kristjáni... Sindri ætla bara að labba niður í þessari lotu. Já, sjáum hvernig honum gengur að veðra storminn. Gefur hægri yfirhöndin. Kristján undir þessa hægri hendi hjá Sindra. Já, vel gert í Kristjáni, rúlar undir. Og þarna kemur Kemur Sindri með góða, já. Núna byrjar Sindri að lenda. Break. Kemur Sindri annað með góða. Herðu, kemur Kristján. Já. Vá, svo þeir langar að vera að bósta Kristján að sveifla þungum öggum í Sindra. Já. Jesus. 10 sekúndur. Seinustu 10, þetta er báðir þreyttir. Allt í gangi. Og svo, bing. Kristján og Sindri. Hvílíkur bardagi. Þessi endaði í partíi. Þetta var rosalegt. Ég verð að segja að þetta var besta lota kvöldsins. Já. Dagsins. Hingað til. Full seint í rassinn gripið hjá Sindra Þór að byrja núna. Já. Það er, heyrðu, Elmar Gauti. Elmar Gauti, það er hressur dólgur í Elmari Gauta. Já, helvitis. Það er bara ást frá honum, hann er verðandi pappi núna í næstkomandi febrúar. Til ekki með það, Elmar. Þið eigið þannig sameiginlegt. Við eigum það sameiginlegt. Heyrðu, þetta var uppáhaldsbardagi minn hingað til. Þetta var góð spenna. Já. Og þrátt fyrir það, þá held ég að hægri hendin hans Kristjáns hafi sigrað þennan bardaga. Já, ég verð að segja það. Hún var að mala gull, eins og þú sagðir, allan tíman. Og nú bíðum við spennt. Sjáum hvað dómarinn segja. Það er verið að safna blöðunum. Já. Við sjáum hérna Davíð Rúnar og Þórarinn í mynd. Davíð Rúnar spenntur. Það er komið að dómarúrskurði hér í kvöld og það er majority decision victory eða majority meirihluta úrskurður. Meirihluta úrskurður. Og sigurinn á þessu sinni, hann kemur úr bláa hóttinu fyrir Nefaldingafélags Reykjavíkur. Kristján Eðvarsson. Bláa hóttið, Kristján Eðvarsson. En áttur gefur Kristján Jón Sindra sigrar meirihluta dómarúrskurði. Geggjaður kappar með framtíðina fyrir sér. Ótrúlega skemmtilegur bardagi. Það hafi ekki verið, já eins og Garpur sagði áðan, hægri hendin hans Kristján sem að sigra þennan bardaga. Sindri Þór örlítið seinni gang, seinna stað. En þetta var bara jafn og góður bardagi. Virkilega góður bardagi. Minn uppáhaldsbardagi í kvöld, í dag. Jæja, þá vindum okkur í síðasta U17 bardagan áður við fyrir mig í lítflokkinu eftir hlé. Það er síðasti U17 drengjabardagi og hann er í -80 kílóa karlaflokki, -80 kíló og það er einnig þristasinnum 2 mínútna lotur. Við byrjum á bláa hóttinu. Þessi keppandi keppi fyrir hönd Æsis. Bjóðum velkomin inn í hringinn, Carles Beðumver Cortina. Það er verið að kynna í næsta bardaga. En ég held að segja eitthvað smá rugl. Afsakið gott fólk, þetta er að sjálfsögðu vitleysa í mér, þetta er vitleysa í mér. Það á að vera Guðmundur Máni Keppandi hérna á bláa hóttinu, hann er að sjálfsögðu úr Nefaldingafélagi Þórs. Bjóðum velkomin inn í hringinn, Bragi Freyr Eiríksson. Þetta verður síðasti U17 bardagi dagsins. En hér er hann komin inn í hringinn. Og andstæðingur Bragi í dag, hann keppir fyrir hönd Nefaldingafélags Reykjavíkur og bjóðum velkomin inn í hringinn, Guðmundur Máni Hildarsson. Best að hafa
Grafíkin þetta Bragi Freyr í bláa horninu sem mætir hérna Guðmundi Mána Hildarsinni frá Hnefavíkurfélagi Reykjanesbæjar. En þegar þessum bardaði er lokið þá verður gerð pása þar sem að Blaffi og Herra Keflavík verða með tónlistaratriði. Guðmundi Máni Hildarsson, hann úr sjálfsögðu úr Hnefavíkurfélagi Reykjanes. Það klapað dátt í salnum fyrir Guðmundi Mána, heimamaður, bæjarmaður. Látum við heyra vel í okkur gott fólk, síðasti U17 bardaði fyrir hlé. Síðasti U17 fyrir hlé, fyrir þessu sinnum 2 mínútur. Slæmt hjá Will alltaf að vera að klúra Reykjanesinu maður. Hann kynnti Gumma vitlaust inn. Já. Sagði Hnefavíkurfélagi Reykjavíkur á og þegar hann er héðan sko. Já, það var. Heyrðu, þeir byrja kraftir samt. Og það er smá. Mínus 80 kíló. Nú erum við byrjað að tala saman sko. Já. Þetta er aðeins bara að þyngjast hjá okkur. Já. Hvað er þetta bara ekki flokkunni þinn nonni eða? Mínus 80? Já, ég er 75 kíló eins og er. Já, sko. Uff. Og vinstri krókur þannig. Og hægri í bodið. Já, en ég hugsa þú getur ekki borgað mér fyrir að stíga inn í hringinn. Nefnum móti bygga. Nefnum móti bygga. Já, já. Það skal gera hvaða dag vikuna sem er. Já, úff. Já, stígur hann áfram þannig. Nú, hann verður að passa höfuðið. Áminningu fyrir að ýta. Já, Pétur dómari. Gjá áminningu fyrir að ýta. Hefur sér vel hana. Þreifingar. Það er mínúta liðin. Vantar svona þetta eina sanna högg sem að setja stimpil á barðan. Já. Bragi Freyr. Góðar hreyfingar hjá Guðmundi samt. Næra passar að vera ekki króaður af og... Já, þannig að flott högg í skrokkinn hjá Guðmundi, hjá Bragi Freyr sig. Mikið flottar hreyfingum. Þeir eru alveg on it. Flott double jab hjá Guðmundi. Hægri hendinn hjá Braga, lendir hann ágætlega. Já, komaði saman. Já, þetta voru 2 naut að læsa hóðnum. Líka fyrstu lótunni. Fyrsta lótan. Tiltölulega róleg lóta, svona miðað við. Ekkert svona afgerandi högg eða... Nei, ég öfunda ekki dómarana í þetta skipti. Nei. Eins og sem ofta áður. Þjálfari Braga, hann Garðar fyrir hérna aðeins yfir stöðuna, fyrir við málin. Já, róleg fyrsta lóta. Vonum að hérna... Það er svolítið erfitt að koma sér stað í 2 mínútna lótum, sko. Já. Og fá svo pásuna og þá kemur svona ákveðin... Kemur aftur, hægir það svolítið á axlunum. Vonum að... En þetta er góðu dans hjá Guðmundi. Góða fótarhreyfingar. Stanslaust á hreyfingu. Það er til í að sjá Braga hérna... Króan svolítið af. Setja svolítið niður á einmitt eitthvað svona högg. Bara ná honum á réttum tíma. Já, einmitt. Snýr Guðmundur honum við. Það er báðir svolítið að berjast miðjuna á hringnum, sko. Já. Vilja báðir vera þar. Gaman að sjá það. Mjög gaman að sjá það. Það er aftur gott. Róleg fyrsta lóta gæti líka þýtt, sko, spennandi seinlótur. Já. Þar sem þau vita báðir að þeir eru að
möguleika á sigrinum. Bragi þannig fær kall frá þjálfaranum að hætta ekki þarna eftir að hann virtist komunum á afturfótinn honum Guðmundi. Einmitt. Með nokkrum höggum, já eins og þarna á hann að halda áfram einmitt. Lendir vel. Já. Bragi lendir vel. Á að tvistur og pressa upp í kaðlana. En hann hörfar aftur inn í miðjum hringnum. Já. Þar sem hann vill vera. Hérna Króan vel að reyna að koma honum í hornið þarna. Stoppar hreyfingunum með vinstri krók og finnur nánast Svala að reyna hægri. Duglir hann Bragi að fara í skrokkinn sko. Já. Þú stoppar. Og ekkan kant þarna. Jæja, ok. Sástu hvað högg þetta var? Mér sýndist Guðmundur taka skrítið skref. Svona sem væri ekki alveg í jafnvægi. Já, ok. Já. En ég sá nú ekki hvaða högg það var. Já. Við heldum áfram. Bragi dregur djúpt andan hana. En 10 sekúndur eftir þannig að hann fær smá... Ó! Þung. Yfir hann drægri þannig. Þannig líkur lótið 2. Já. Mér varst Bragi tölvöðu samfæriði meira samfærandi í þessari lótu heldur en hann var í fyrirlótunni. Já. Kannski fyrirlótan splitt og ég verð eiginlega að gefa Braga þessari lótu. Já, ég er sammála. Já. Það er gott að heyra. Þá veit ég að ég er að tala einhverju góða máli. Já, það er vonandi. Það var aldrei að vita hvernig það lesið í þessar lótur, sko. Það er rétt. Við höfum nú aldrei skotið okkur í fótinn áður. Já, heldur betur. Heldur betur. Vá. Maður er alls ekki með... Það eru líka reglunar í ólympísku maður er ekki endilega með... Það er ekki allt sem sýnist þegar það kemur að því að dæma lótuna, sko. Nei. Það er ástæða fyrir því að það eru dómarar í öllum hótnum. Nákvæmlega. Á öllum hliðum, segir maður. Það er bara það sem að mér kannski sýnist eitthvað að lenda og svo lendir það ekki og menn svona sjá þetta bara miðfjöndi. Já, algjörlega. Ég hef ekki lokið neinu námskeiði, sko. Þannig... Þriðja lóta. Þriðja og síðasta lótan. Seinasta lótan. Þetta er síðasta lótan fyrir hlé. Nú vil maður sjá eitthvað koma með svolítið samfærandi sigur í lótunni. Já, 100%. Smá hreyfingar og þreifingar. Flottur kross í botið hjá Braga Freyr. Guðmundur virðist vera með sko hraðari hendur líka. Hann þarf einhvern veginn bara vera fleia þeim oftar út sko. Já. Snöggur og snögg flott högg sko. Já. Hann er með hraðari hreyfingar og gæti í rauninni slegið aðeins meira þó það sé ekki allt endilega til að rota sko. Horneðans Guðmundur að kalla eftir því að segja að Bragi sé byrjar að þreytast. Já. Guðmundur virðist ekkert alltaf að hægja á sér. Nei, og ég held að það sé bara rétt metið hjá í rauðhorninu. Hann sé aðeins fann að þreytast. Já. Guðmundur kannski aðeins meira að reyna svona kött í engul og missi jafnvægið í leiðinni. Það kemur allt með reynslunni. Bragi er að anda sýnist mér, fremur djúpt. Já. Guðmundur þarf að færa eitthvað af þessum hreyfingum úr fótunum yfir í hendurnar og setja svolítið að pressa á hann. Já, axlirnar fyrir að hreyfast með fótunum. Þarna. Kemur Bragi þannig með eina hægri sem lendir. Já. Ágætlega. Og núna er 10 sekúndur. Núna. Þarna. Já, þungt högg erðu. Farin úr áminningu þannig að fyrir að íta. Ekki íta. Og þar með líku bardaganum. Þetta var stórskemmtilegur bardagi. Hvað finnst okkur núna? Hvað finnst okkur núna? Það er virkilega gott. Þetta er erfitt. Þetta er erfitt. Þetta er núna vandars máli, sko. Já, ég hefði hissað að þetta væri innróm á dómarókunum. Já. Þetta er svona bardagi sem að gæti farið split eða majority. Já. Báðir spennandi. Bragi gera vel stundum í að sko mæta honum með stungunni og fela sig svo á bakvið hann og dýfa niður fyrir eiga von á að hægri yfirhandar hafi komið yfir stunguna en þá var hann farið niður með hausinn. Yes. Gerir það rosalega vel og Guðmundur með sína fótarhreyfingar dansa í kringum Braga
En kannski vantaði, eins og þú segir, að leyfa höggunum að fylgja með. Já, ég er sammála. Hann verðist ekkert of þreyttur, Bragi virtist svolítið gasaður eða aðeins byrja að hægjast á hann í þriðju lótunni, en spurning hvort að það hefur nóg fyrir Guðmund til að ná bardaganum þannig í þriðju og seinustu lótunni. Já, 100%. Fylgist með... Sýnist blöðin frá dómurunum vera að berast agalega hægt, þannig það er eitthvað... Þeir eru eitthvað viss óvissir, sko. Það er einhver óvissa í gangi með sigurvegara þessa bardaga. Það er einhver að dæma sitt fyrsta mót jafnvel og... Já. Það er erfitt að gera upp hugan. Hér kemur blaðið. Sjáum til. Sjáum hvað kynnir kvöldsins segir. Já, gott fólk, eftir 3 lótur er komið að dómaraúrskurði. Sigurvegarinn þessu sinni eftir einróma dómaraúrskurð. Það er einróma. Victory. Hann kemur úr rauða horninu. Það er í rauða horninu. Guðmundur Máni Hildarsson. Guðmundur Máni Hildarsson, einróma dómaraúrskurðun. Já, þetta er ástæðan fyrir því að maður tjáir sig ekki á mikið í mikrofónin. Ég held að þetta væri split eða majority. Já, gott fólk, það er komið intermission hjá okkur núna, hlýja núna og það er aldrei geggjað atriði að fara að stíga á svið. Ég ætla ekki alveg að segja ykkur hvað það er, en það er geggjað tónlistaratriði að fara að eiga sér stað hérna eftir skamma stund, ekki fara langt. Þetta með skjálftarstökki var fyrsti sigur Nefnarleikafélagi Reykjanesbæjar í dag, en ekki endilega svo síðasti. Það verður gerð stutt hlé á Nefnarleikunum og þá fáum við tónlistaratriði í staðinn. Kynni kvöldsins vildi ekki segja okkur hvað tónlistaratriði var, en þeir sem eru vel með á nótunum vita að það verður Herra Keflavík og Blaffi sem að munu trilla salinn á meðan. Og já, við kannski tökum okkur örlitla kommentar í pásu á meðan. Við minnum að það á styrktaraðila Nefnarleika mótsins, haustbika mótsins. Það er Humarsaðan.is, Caveman Shave, Luxor og Klaki ásamt Snókur og Búlstofun í lágmótum. Það var á gósi. Tíminn er dýrari en nokkur tímar áður. Hann er tyggandi og tifandi. Svo Drottinn blessi mig, genginn í verkefni. Guð blessi alla sem að sleppa því að testa mig. Guð er ríki mínu. Skapnaður fyrir ekki mínus. Svo fólki flúraður. Dýrur á dýrum stílum. Á nýjum bílum þegar ég lokið sem tílum. Konungur er ríki mínu. Fyrir ekki mínus. Svo fólki flúraður í dýrur á dýrum stílum. Þegar lögum sem kvinnum í fett í húsinu. Sjúkur í djúpinu, stúsandi í rútinu. Harkandi flexandi með gullkeðju og rúbinu. Stella kiptir í kjútinu, brenni aðeins í rútinu. Ég með ægir og tjúsinu sem ég frima í rúsinu. Sem er enginn svara, þú sér mig koma og fara. Settu virðingu og látið drengur taktu í svara. Sett í boka, þú veist að ég er ekki gasið með reista. Í línu ríki er ég góður. Ofan með kista ég góður. Guð er ríki mínu. Skapnaður fyrir ekki mínus. Svo fólki flúraður í dýrum. Dýrur á dýrum stílum. Á nýjum bílum þegar ég lokið sem tílum. Konungur er ríki mínu. Skapnaður fyrir ekki mínus. Svo fólki flúraður í dýrum. Dýrur á dýrum stílum. Á nýjum bílum þegar ég lokið sem tílum. Passana hít í svo fressi flystum í skýri. Söndur vissinn í lófanu, kættum bröð til að býta. Setta við sættinni slísi, þú kali í fríði. Kæru sem ég fýtti, what's up habibi? Sterkur eins og skjáni, úr allt öðrum máli. Ættum bara sjá mig, ekki betri fyrir máli. Slakur en skýstó, raga en frító. Splassi alltaf baby, kekki eins og segja listó. Stað og þið spretta, þínir flendur þeir flexa. Þú og þínir flendur verða handið hérna. Hleypa mér hornin, já þau munu ekki á mig. Þarf ekki að
ganga frá þér, göngum frá þér. Konungur í ríki mínu, ríki mínu. Ekki mínus, svo fucking flúraður í dýrur á dýrur sínum. Að í bílu þegar lokið sem stærði. Ekki mínu, ríki mínu. Skalla undir ekki mínus, svo fucking flúraður í dýrur á dýrur sínum. Að í bílu þegar lokið sem dýrur. Jó, hvað eru þið í kvöld? Er stemningin í húsinu? Shit. Ok. Já. Ég heiti Blaffi, herra Keflavík hérna megin. Það er ógeðslega gaman að fá að vera hérna að skemmta í kvöld. Það bregst aldrei að sjá eldin í fólki hérna. Það var alvöru hugrekki til að koma hérna fyrir framan einhvern sem ætlar að slökkva þér fyrir framan fólk, sko. Þetta er alveg skemmtilegt og við ætlum að kveiki þessu þakki. Það var mesti eldsvoði sem orðið hefur fjölbauðshús á Íslandi. Rúmlega 100 slökkviliðsmenn á Suðurnesjum og Rangá. Þetta er öllur og ný plötum okkar. Mjög erfiðar aðstæður allt fram til morgun. Einar tjón Er þið tilbúin í þetta shit? Óvissa hjá íbúum þessa Ég sagði 3, 2, 1. Hringdu í 112, bakinn er að brenna. 2, 3, 0, já allt okkur að kenna. Þú þekki þessa fæða. Löggurljósið er að og mikið spenna. Eitt fyrir það sem var, tvö fyrir það sem var. Þrjá fyrir það sem var, fyrir það fer. Fjóra fyrir staðina, eftir shit. Svo mikið hittir slökkunni. Það kemur betur undir hörkunni. Tungi vasar ítt í löpunni. Sendi bara droppa, herra Keflavík og bla bla. Fuck you. Í 112, við svarið í heim. Stæði á tíma til í heim. Hverjir eru þeir, spota þessa feil. Hvernig táru þeir sem please skemmti mig. Ríkti í 112. Sveitandi þeim í ösku. Fólum í strikju og poppa þetta flösku. Sprúðandi ösku, brennandi flaggi. Dringi súper, tekki kvíð, þú er trefnandi lakki. Bad boy, baby, jafnum tekkinni vel. Sætti klokkin hér og þar, hoppi burtu og fer. Bad boy, baby, jafnum tekkinni vel. Það ekki rappari á landinu sem fókar í létt. Svo ríkti í 112. Lakkin er að brenna. 2, 3, 0, já allt okkur að kenna. Bíti vart, þú þekki þessa fæða. Löggurljósið er það og mikið spenna. 1 fyrir það sem var og laður vel. 2 sem var eftir með vel. 3 fyrir það sem lakkin er það vel. 4 fyrir stafina, eftir shit. Maríus, sendi við bráðum af og Karíus. Og Baktus, vibe check, Baktus, viðbúður heimsins, hvað heitir þið aftur? Small boy, cartoon, true boy. True boy, crush to cool boy. Og það er fyrir að gekk, það frí fyrir að nekja mig, frí fyrir að keppi það cool boy. Stór boost boy, og spyrir eftir að við duð boy. Þá syngir ég þetta það sungu, wow, man, það er svona lag. Heldur betur því ég pekar í það út og það. Svakir þessum áhuga og ég tilb ekki. En ég tek ekki þessu alla fer ekki. Spila vel ekki, og hann geta vel ekki. Spila ekki að geta spila bara fyrst ekki. Þú ríkti 112, bakinn er að brenna. 2, 3, 0, allt okkur að kenna. Viti vart, þú þekki þessa hella. Löggurljósið er það og mikið spenna. Fyrir þá sem var úr laður vel. 2 fyrir þá sem var eftir með hel. 3 fyrir þá sem lakkin er það vel. 4 fyrir stafina, eftir shit. 112, ríkti 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 112, eftir shit. Ég veit ekki með ykkur en ég kom hérna bara fyrir glóðarauga og sjá einhvern gaur fokk ykkur öðrum gaur upp, sko. Hey, já. Oh shit, ok. Blaffi voru að taka þetta. Það er þannig. Fokk þessi gæja, fokk þessi gæja. Fokk þessi gæja, já ég fokka hann. Ég sagði fokk þessi gæja, fokk þessi gæja. Fokk þessi gæja, já ég fokka hann. Fokk þessi gæja, fokk þessi gæja. Fokk þessi gæja, já ég fokka hann. Ég sagði fokk þessi gæja, fokk þessi gæja. Fokk þessi gæja, já ég fokka hann. Ég stíg úr mistinu, Blaff, hvernig vissiru? Kattlíf í fristinu, alllíf í flippinu. Ungu villingur er samt allir snillingur. Skattflúr og klippingur, skjátt bara í hillingu. Mjúkur eins og kyllingu, hægt að playa. Þetta rappa, þetta reyna nema mér eitthvað að skreja. Ég er ungum snillingur og slæða sem að snega. Börnin byrja að flassa
Næsta vikum leik við fara heima. Sittið á feitastað, ég sittir feitara. Kickflipa yfir þig og þennan eins og peysera. Allir klátti og þú veist að ég meina það. Segir það aftur en náður ekki að heyra. Svo fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, jó ég fokka yfir. Ég sagði fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, jó ég fokka yfir. Jó, myndbundin á lóttinn og ég segi fokkið sig gæja. Stígur upp til mín fyrir að hlæja, þeir reyna að vera með skæla. Ég tekki bönni þetta finna ekki byrja að taka mín sér. Fjóri dagar fyrir gekki sem ég reyna, þetta kalla ég minn heim. Knúðnætti fyrir krúsur, bæti einu við húsur. Mætti farið í krúsur, myndi hendi átta dúsur. Kynum þetta fyrir mína götur, ég vil ekki sjá mig sína betur. Stæli stegi baka stæli, kökur, svökkurinn er á við bæti við höfkur. Fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, já ég fokka yfir. Fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, já ég fokka yfir. Fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, já ég fokka yfir. Fokkið sig gæja, fokkið sig gæja. Fokkið sig gæja, já ég fokka yfir. Yeah. Fokkið sig gæja, já ég fokka yfir. Yeah. Ok. Má ég heyra hérna smá krákontról? Jó. Ég veit ekkert hverjir hérna almennilega er í húsinu, sko. Ég, þekki ekki liðin almennilega nema náttúrulega Suðurnesin, sko. Andri, hverjir eru þetta? Það eru allir í húsinu hérna. Allir í húsinu hérna. Allir sem eru frá Suðurnesinu, maður fá að heyra ykkur. Let's go. Allir aðkomumenn, má ég heyra ykkur líka? Ok. Má ég heyra strákunum inn í húsinu? Næsta lag er fyrir stelpunar í húsinu og það heitir OK Babe. Yeah, Blaffi. Þetta er svona Blaffi. OK Babe, höfum þetta reyn. Þú fengir mig ekki og ég þekki ekki neitt. Þú þarfum ekki leið, þegar ægir fyrir einn. Heyri í þér stendin, gerir þekki yfir leið. Nei, þú ert svona bad bitch, ég sé það. Sér sem í fésið hefur ekkert að fela. Ekkert meira sem að hún er á. Líf, já, ég veit að hún í dag. Lögum fram eftir og vegna sögum aldrei ég. Var að vita alls en eins og sé að verkið mig. Vil ekki morgum að því því kominn og saman er ég enda meira á Facebookinu einsta mátti enda. Þú ert svona akkurat sú sem að ég vil eina kvöldinu með. Þú ert svona akkurat sú sem að verður sökka kvöldinu fer. Þú ert svona akkurat sú sem ég myndi eina kvöldinu með. Kvöldinu fer. Getur við fengið þetta einu svona enn? Þegar ég segi ljósa, segið þið no. Ljósa. Þegar ég segi ljósa, segið þið no. Ljósa. Jó, mér langar satt sko, ég með ekki gæla þess að ég er alveg búinn núna. Mér langar í annað lag frá Herra Keflavík. Getur við prófað þetta þegar ég segi herra, segir þið Keflavík. Herra. Við þurfum ekki að herra þetta. Þegar ég segi herra, segir þið Keflavík. Herra. Let's fucking go. Þetta er vittlust lag, gammal dansk. Maður bara heyra það fyrir hljóðmennunum okkar. Lítið mestari. Let's go. Hey. Gammal hudklassikina. Hvernig hann var minn og hann mánuði. Margar bara hluti sem ég á ekki. Við dættum minna nema allir frá mig. Sá sem nota minni þegar ég verða fyrir áreiti. Síminn er að ringja en ég vil ekki að svara. Ringdi frekar fyrst og svo ég skáði hver að tala. Sæða hreina manni áfakenni. Bara og öllin áfakenni. Verða hjartin fyrir virkileg. Já þú þekkir ekki. Ungu slegin allra hegin fyrir
Takk fyrir, takk.
Nonni, ertu bara komin í sukkið? Hvað að gerast? Það er bara sukk í boði. Það er bara sukk í boði, sérstaklega í svona beinni útsendingu. Er þetta live eða? Já, við erum alltaf live. Er þetta alltaf bara live? Já. Hvað er þetta? Sjónvarpsstefna? Sjónvarpskaka? Hvað er þetta? Er þetta ekki hjónabandsæla? Hjónabandsæla? Já, ég þekki þetta ekki. Þú sér það. Ég kom bara með minn degi skyr, banana og hleðslu og bear bells. Já, það er amateur move. Já, það er bara að fara í hjónabandsæluna með þér. Heyrðu, er þetta næsti bardagi? Nei. Nei. Það segja Mómar á móti Guðblæsan, hvað hann heitir? Já, Carles Belenguers Cortina á móti Seyman og Mar. Já. Þetta lítur nú, já, Já. 5 bardagar eftir. Hann að segja Mómar, hann frá okkur, hann til að Reykjavíkur. Þetta fyrsti bardaginn í Elite. Á móti Carles Belenguers Cortina. Þetta spennandi. Sérðu ekkert hérna, þú ert ekkert með skráð hjá þér fjöldi bardaga. Já, skilur, í hvaða elítflokki það er. Kannski skiptir það ekki málið, þetta er ekki Íslandsmeistaramóti. Já. Oft er þessu þá raðað í svona elít 1, 2, 3 eftir bardagafjöldar sem sagt. Já. Það er held ég ekki. Nei, þetta er mér, ég þarf að sigga því þar að ég held að það eigi ekki að splitta neinu diffið á í bikarmótaröðinni, sko. Ég held að fjöldi bardaga er þá ekkert eitthvað aðeins að ég þekki það eitthvað afskaplega vel, sko. Nei. Stundum er eins og það sé raðað. Ég held að það sé aðalega á Íslandsmeistaramótinu þegar maður eftir þess að það er raðað eftir bardagafjöldum, sko, eða fjölda. Þeir gera það, ég held að hann hafa það bak við eyrað. Já. En að splitta ekki diffi er mjög góð leið til að yngja sig svona 15 ár. Já, það splittar ekki diff. Já. Splitt ekki diffi. Þetta var svakaleg tónlistaratriði hjá Herra Keflavík og Blaffa. Já. Já, ég vil ekki segja að við komum óvart, en jú, eftirsmettinn eins og ég verður að segja að það komur óvart. Þetta var svona einhvern veginn, peppaði mann upp. Já, algjörlega, sko. 2 af Reykjanesinu. Ég væri frekar til í að sjá bara Herra Keflavík samt inn í hring heldur en þannig með tónlistaratriði. Ég vil bara segja það út af fyrir mig, sko, allavega. Hann var þykilega efnilegur boxari í þessum tíma. Hvort hann var ekki á þar seinasta Iceboxi meira þess að, eða hvort það hefur verið seinasta meira þess að? Nei, þar seinasta kannski. Ég held að það verið á þar síðast. Já, það ekki. Já. Það sem að hann stegi í ringinn. Já, það er alltaf gaman að sjá hann, sko. Já. Sótti minnum ekki sigurinn í það skipti. Nei. En hann líka keppti á einhverri bikarmótaröð, sko. Já. Hvort hann hafi þá ekki farið á móti guð. Ekki var það Armandas, nei. Hann fór á móti einhverjum, það voru rosalega góði bardagar allavega. Já. Fór á móti einhverjum 2 held ég. Það rennur allt saman í eitt maður, anskotin. En jú, 5 bardagar eftir. 5 bardagar eftir. Hver öðrum glæsilegri. Uppröðunin er cirka Seyman og Mar á móti Carles Belenguers. Þar á eftir kemur Gauti Már gegn Jóni Ólafi. Þar á eftir kemur Tristan Máni móti Axel Orra Ívarsinni. Svo er það, gamla kemban Bjarni Ottosson á móti Alvaro Herendero López sem er MMA maður mikill.
og þar á eftir síðasta umferð kvöldsins er það Sigurjón Guðjónsson frá Búðatýr gegn Ágústi Davíðssyni frá Hnefileikafélagi Þórs. Rosalega bardagi. Rosalega bardagi. Þannig að núna byrjar flugeldasýningin. Já, núna er komið helmets off, núna er það bara leður í andlit. Já, það er alltaf aðeins meira svona, það er svolítið auka helmets off. Já, algjörlega. Þetta er ekkert play money lengur, sko. Nei. Það getur verið stutt á milli hláturs og gráturs. Oft líka er þetta svo trublandi að þegar maður sér þess að yngri ykkur að keppa með hjálma, ef það er lent ykkur góðu höggi á það, þá oftast fer gríman eða hjálmunum bara í eitthvað rugl. Þannig alltaf í kjölfarið, þetta er mjög trublandi að vera með svona hjálm að sparra bara fyrir eins og ég get sagt fyrir mig. Heldur betur. Það var maður alltaf að vera að laga hann. Þá höldum við áfram, það er síðari hluti kvöldsins í boði Shape Shape, Humarsöluna, Luxus, Slókara Pool og Klaga. Má ég heyra hljóðið í salnum? Salurinn er til í þetta. Já, við vindum okkur beint í þetta. Það eru 5 bardagar á dagskrá í Elite karlaflokki og við ætlum að vinda okkur beint í fyrstu viðureign aðalbardagakvöldsins og það er í -65 kg Elite flokki karla. Við bjóðum fyrst velkomin inn í hringinn úr bláa horninu fyrir hönd Hnefileikafélags Æsir. Bjóðum velkomin Carles Bellingwer Cortina. Hljóðmann, velkomin. Það er best að ég gleym ekki hlutverki mínu. Já. Var þú gæla líka að senda mér skilabúið það? Já. Andstæðingur Carles kemur úr rauða horninu og keppir fyrir hönd Hnefileikafélags Reykjavíkur. Bjóðið velkomin inn í hringinn, Seyam Omar. Hérna höldum við áfram. Það er skjánum sjáum við Carles Bellingwer Cortina. Hann er til í slaginn. Fyrir rauða horninu. Já, það sjáum við ekki mikið. Já, við styðjum okkur við sjónvarpsþáttur úr bláa horninu í bili. Þangað til annað kemur í ljós. En þjálfari Carles er Vilhjálmur Hernández, betur þess með Vili. Hann er kominn aftur, tók við Hnefileikafélagi Æsir sem er í Mjölni, sem þeir eru báðir til slaginn. Fyrsta lóta. Vá, fyrsta lóta. Það er fyrsta lóta. Ég er svolítið spenntur. Það er alltaf gaman að horfa á Seyam. Já. Þekki ekki eins vel til Carlos. Nei. Kemur frá Æsi. Ég hef ekki séð hann boxa áður. Nei. En ég kann það svona aðeins við Seyam sem er, já, tölvöld fullorðinni núna en þegar ég sá hann síðast. Hæ. Já. Hvað er það að gefa honum að borða? Új. Villi biður sínum mannum að vera að taka sér tíma í það. Új. Þarna kemur Seyam er rosalega, hann vinstri krók, lendir í svolítið innan á hanskanum. Já. Carlos fann vel fyrir þessu. Það er aftur Báðir búin að fá áminningu fyrir þetta. Áminningu fyrir að slá með, já, svona innanmönnum lómanum. Davíð Rúnar að Villi biður Carlos um að vinna aðeins meira. Seyam fær skýr skilaboð frá Davíð Rúnar. Jesus maður. Flottur vinstri krókur frá Seyam. Það var svo þrjumur heiðskýr í lofti. Hann virtist eitthvað svo rólegur og alveg bara slengt á hann. Aftur. Hann er að leita við stafur sem vinstri krókinn í Seyam. Carlos og Hann er að leita því að dýfa svolítið niður við bringuna á Carlos og koma upp með krókinn. Flott jafn þarna, hjá Seyam. Carlos með endur bísina lágt niðri. Ég veit ekki alveg hvort að það sé sniðugt. Virðist alltaf hlaða þessu upp í einhverja hægra endi. Vinnur hann innan á.
Carlos virðist þó, þegar honum er bakkað nógu lengi, eða virðist hann hlaðið upp í einhverja króka, eins og maður sér þannig. Já. Góður að vinna í bodyið líka. Krókur í bodyið, Carlos. Já, nú erum við komin í 3 mínúna lotur, það er líka... Já, það er rétt. Það sést ekki í útsendingunni, að það er einhver gleymdi að kveikja á klukkunni. Úps. Það var flott jump hjá Seyam. 1-2. Skólabókar. Aftur. Það verður núna kallað eftir Canelo við Seyam þegar það er clincha. Það er alveg vinstri krókur í bæði bóti og uppi. Flott upp þarna, Carlos. Góð lóta. Þetta var góð lóta. Já, Seyam virðist aðeins þægilegur inn í hringnum. Carlos svolítið... Gæti verið að þetta sé fyrsta ef ekki kannski önnur keppnin hans Carlos. Stendur sig mjög vel með það. Já, stendur sig mjög vel. Ég væri til að sjá hann hreyfanlegri. Já. Þannig að það stundum svolítið að standa og stara. Það sem að hvorki efri líkaminn né fætur eru á hreyfingu. Já. Bíður svolítið eftir að Seyam kom inn og er búinn að taka kannski ákvörðun að kasta frá sér hægri uppercutti, upphöggi og bíður svo bara eftir að finna. Já. Og meðan kemur Seyam inn með eins og við sáum áðan bara 1-2. Já. Seyam líka að vera hrikalega segur við að finna vinstri krókinn. Já. Bæði í body og í haus. Önnur lóta. Það er önnur lóta. Þetta er 3 mínúna lóta. Seyam ætlar að hlaupa, þannig að byrja lótuna bara að hlaupa í hann og flega frá sig vinstri króknum. Vá. Já, það er verið að setja, þetta eru sleggjur. Carlos ætlar að smetla með hægri hendinni, en mér sýnist að Seyam bara vera búinn að lesa að hann ætlar að svara með tvistinum. Flottar hreyfingar hérna hjá báðum, clincha. Lúmsk hægri þannig frá Seyam. Já, virkilega vel gert að Seyam. Steig vel fyrir. Þetta er Carlos. Brosir bara í andlitið á honum. Já, en það er ekki vont. Nei. Og skórar ekki stig heldur. Nei. Carlos brosir bara þessum krókum frá Seyam. Seyam þettur þegar hann virðist týna Carlos. Það er núna að kalla eftir því að Seyam láti vaða. Þetta er flott skipti hjá Seyam og Carlos. Já. Lítið sem lendir, mikil góð vörð. Þarna lendir Seyam jafnlega sem er. Clincha er hérna. Það er verið að vera fljótir break. Flott upphögg. Carlos hann áminningu fyrir að fara með höfuðið á undan sér þegar þeir eru þannig í clinchinu. Hann vil ekki sjá það. Seyam að reyna að vinna svolítið meira í clinchinu. Og þeir eru hérna beint fyrir framan okkur. Ég vil sjá eitthvað aksjón núna. Skiptast á stuttum höggum hana. Sýndist Carlos lenda 3-4 í skrokkinn. Carlos virðist vera að skemmta sig þannig með hendur niðri og brosir sífellt til Seyam. Þetta er gaman. Kemur break. Break means step back. Það getur kæft að hjá Guðmundi. Núna er Carlos aðeins fann að skemmta sig meira. Kannski meiri innstæði fyrir því.
Úff, ok. Svolítið sýndist hérna Carlos brosa framan í Seyam þannig að hann vildi ekki eftir hérna break áminninguna að hérna það voru þjálfarnir hjá Seyam að segja honum að hætta alltaf að gefa honum klestan fyrir hvert break eða fyrir hverja áminningu sko og lær Carlos þegar hann hætti við það og svo reyndi bara að kýla hann í alliti. Það skála. Æja, þetta var nú mun jafnara heldur en fyrsta latan. Carlos það nú að gera einhverja glóru myndi ég telja til þess að sækja sigurinn hérna. Já. Við sjáum hérna Vilhjálmur Hernández villi gefa Carlos góð ráð í hóttinu. Þriðja lotan. Þriðja og seinasta lotan. Carlos byrjar vel. Já, Physical. Já, það er jabbið og þristurinn. Minnstu krókurinn. Gott jabb. Þegar með bara svo hrikalega þéttur. Já. Þegar Carlos ætlar að svara fyrir sig. Upp með hausastegi, Guðmundur. Új. Flostungu þannig í skokkin á Carlos frá Seyam. Það er alltaf mjög hreyfanlegur. Carlos með góða hægrið þannig, ég skil ekki hvað gerist þannig. Dómarinn segir bara haldið hann fram. Já, Carlos skilur ekkert í þessu. Nei, ekki heldur eiginlega. Nei, ég sá ekki. You already won, segir Davíð núna. Já. Mjög sigur viss. Og hann að hægra frá Seyam, ég veit ekki hvort að ég sé alveg sammála því hjá honum Davíð. Bannað að hrinda. Já. 1,5 mínútu eftir. Tæpla. Maður ætti eiginlega. Flott fléttað þarna. Seyam á hreyfingu. Fílitt. Orkustigi í þessum mönnum. Mikið af höggum frá Carlos. Góðu vinstri krókur frá Seyam. Virkilega góðu vinstri krókur. Önnur viðvörun, ekki verið með höfuðið og langt. Spurning hvort að Seyam sé að þreytast aðeins, verðist leitað bara í klintsið svolítið núna. Sýnst það, við sýnst ekki að Carlos skynja það. Já. Hann heldur að pressa. Ef hann hann hristir bara hausinu þessum krók, hann Carlos. Alltaf bara elta niður. Alltaf bara að lappa niður hann Carlos. Já. Ætli þeir sveifli bara senustu 10 sekúndunar. Vonum það. Það er spurning. Og þetta var herr með líf og bardaðanum. Virkilega skemmtilegu bardaði. Já. Ég hef samt bara ekki græna glóru. Nei, ekki græna glóru heldur. Ef það er eitthvað sem maður segir. Já. Það hafi núna virtist voða viss í þriðju lótu að þeir var nú búin að vinna bardaðan. Þeir var komið með 2 lótur í hús. Já. Ég myndi nú ekki vera svo ótrúlega viss. Nei, það er djörf yfirlýsing. Það er djörf yfirlýsing. Líka þar sem að vill örugglega frekar hérna láta bardaðamannin sinn vita í þriðju lótu er að halda áfram að vinna góða vinnu í staðinn fyrir að hætta eitthvað á gjöfinni. Já, 100%. En við sjáum hérna. Þessi er einróma. Og rauða hóttinni fyrir Reykjavíkur, Seyam Omar.
Seyam Ómar sækir sigurinn Ég vil segja mig og Karl Alexander áttu gott hjá fyrir þeirra framistuðu. Já, það kannski bara rétt í Davíð að vera hraustur með sinn mann. Hann Seyam Ómar, já, með sannfærandi framistöðu, virkilega flott box, vel hreyfanlegur og vissi hvað hann vildi gera. Það eru djöppinn og krókurinn á vinstri hendinni sem að skiluðu sínu. Og það er komið að næsta bardaga, gott fólk, og hann í mínus 75 kílóa elitflokki karla. Við bjóðum fyrst velkominn úr bláa horninu, hann keppir fyrir hönd nefaríka deildar Þórs. Bjóðum velkominn inn í ringinn, Jón Ólafur Haraldsson. Og andstæðingur Jóns úr rauða horninu, hann keppir fyrir hönd Nefalinga-félags Reykjanes. Bjóðum velkominn inn í ringinn, Gauti Már. Þá kynnum við inn næstu keppendur. Það er bláa horninu Jón Ólafur Haraldsson frá Nefalinga-félagi Þórs á móti Gauta Már frá Nefalinga-félagi Reykjanesbæjar. Þetta verður hörkubardagi, gott og látum heyra vel í okkur! Kynni dagsins, peppa salinn, það er góð orka í salnum, virkilega góð mæting, en það er alvöru sýning í boði. Já, sýning í boði Shave Cave, Klaka, Luxor, Snooker og Pool og Humarsölunar.is. Bang, lóta 1. Það er lóta 1. Klukkan farin af stað. Garpur, ég skildi eftir í 15 sekúndur meðan ég sinni smá tæknimálum. Já, farðu úr syndu tækninni. Ég skal sjá þetta. Herru, Jón Ólafur byrja vel. Þetta er Southpaw á móti Orthodox sýnist mér. Jón Ólafur með örfhendur, gott body shot. Ágætlega varið hjá Jón Ólafi. Forvitnilegt, ég held að þetta sé fyrsta matchupið þar sem þetta er Orthodox á móti Southpaw hjá okkur. Hvort sem að Jón Ólafur sé raunverulega örfendur eða ekki er óvíst. Ná eru þetta sem tæknimálum, Nóni? Herri, já, bara eftir að koma í ljós. Ef að komast að því. Og góð vinstri hann í magan. Nei, tæknin minnst enda að vera í lamasessi. Jæja, það var flott. Já, pressa frá Jón Ólafi. Svakaleg. Mínus 75. Ættu að vera bæði höggþungir og með ágætt þol. Gauti með skóflukrók þarna. Eða skóflu uppercut. Það er fínt Jón Ólafur samt sem áður að stjórna svolítið miðjunni. Vinstri endinn býr svona neðarlega. Gauti reyna hann að svara með hægri. – 40 sekúndur eftir af lotu 1. Koma þær þarna saman. Varði nú þessa vinstri en samt sem áður kraftur bak við hana. Jón Ólafur ætti í staðinn fyrir að elta hann hringinn að reyna að stíga fyrir og loka fyrir hann. Anna stíga fyrir eins og hann gerði þarna flott. Rétt bygg, góð vinstri. Negli Gauti fram hægri þarna. Og góð vinstri fyrir Jón Ólafi. Flækir hans í köðlunum, andskotinn. Og hann með líka fyrstu lotu.
Sýndist Jón Ólafur vera með þessa lotu. Var svolítið á framfætinum. Gauti verið staðins verið átt að sá því að hann er southpaw. Skrítið að fá vinstri hendi komandi í áttina sig svona fast og hratt. Staðin fyrir hægri. Úr þessu stansi. En, já. Já, mér sýndist hann af því sem ég sá. Líða rosalega vel inn í hringnum. Já. Lenda vel. Það er svo mikið svindl að vera southpaw. Það er það bara. Það er svindl að vera suðurloppa. Já. Já, það er svindl. Já, suðurloppan. Herru, við bíðum eftir annar lótu í, ansi spennandi viðureik. Önnur lóta. Við fyrir á stað. Lóta 2 byrjuð. Kemur vinstrið þannig að reynir hann að brjóta vörnina. Já, Gauta, kom ykkur högg í gegn. Hafðist ekki alveg. Vinstri í bodyið frá Jón Ólafi. Gauti, svolítið hættulega, þannig að kemur hægri endri frá Gauta. Gauti verður að passa sig að tegi ekki hendunar út á móti höggunum of mikið. Sýnist eins og Jón Ólafur. Sýnist eins og hann muni bara geta nýtt sér það. Góður hægri þannig frá Gauta. Sammála því. Get ekki betur séð en að Gauti maður sem kom með smá bróðansir. Já. Flott pressa hjá Jón Ólafi. Sér þessa hægri koma. Gauti, blóðgæður. Sýnist hérna. Góð hægri þarna frá Gauta. Gauti þarna svarar svolítið fyrir sig. Það kannski aðeins að koma svona dominans í bardagann. Láta Jón Ólaf bera virðingu fyrir sér. Daði, þjálfarinn hans Gauta, kallast því hann jabbi bara í hanskan til að stjórna fjarlæðinni. Þá sér hann högginn koma. Það er smá boxfræðsla, fríkipis. Flott jab þarna. Í nútral horn. Beint í hvíta hornið. 40 sekúndur eftir, nú hlýtur Jón Ólafur að... Þarna, Gauti er ekki hættur að svara fyrir sig samt. Nei. Hleður í svona einhverja lúmska hægri króka og svona skóflu uppercut. Þarna var þetta krókur. En það er það eina sem hann virðist hafa í búrinu fyrir Jón Ólaf. Það er svolítið lítið, svolítið fáhögg komandi frá Gauta nema bara þegar hann er komið með bakið upp í reipinn og hleður í þessa hægri, skilur. Hleður í eina power hægri. Já, og ofta sér Jón Ólafur hann bara koma, sko. Herru, Anna. Fór þetta framhandlegurinn. Anna koma hægri, já. Þetta var flott. Endaði þetta ágætlega hann Gauti, en þetta var svolítið bara lestinn hans Jón Ólafs. Já, það var að segja það. Kannski lítið sem að Jón Ólafur sá þarna sem að sló hann eitthvað úr jafnvægi, sko. En Jón Ólafur er eitthvað góður að tíma að setja það, sko, þegar Gauti slær, ef hann jabbar eða reynir að gera eitthvað í miðjum hring, að þá kemur flurryið tilbaka. Já. Þannig að kannski að menn verði svolítið rægir við það að slá frá sér eða eiga frumkvæðið það svo, ef þú veist að þú fær storm tilbaka. Já. Þá er kannski þægilegt að krúsa þetta bara í gegn. Já. Það Jón Ólafur virtist þeim með tíma að setja vel að hann náði að pressa honum alltaf upp að reibunum, vissi að það væri eitthvað stórt högg að koma, bjóð sér bara undir það, færir sér frá, kemur aftur inn. Og það er svolítið það sem gerist þegar maður er svona, hann er greinilega búinn að lesa svolítið allavega í þessari lótu, hvernig Gauti væri að bregðast við honum. 100%. Ég held að það sé auðvitað að segja. Þriðja lóta. Þriðja og síðasta lótan í þessum bardaga. Og það vil maður sjá Gauta svolítið bara fara að slást. Já. Vildur þú sé? Þannig, já. Komin í hornið áttur.
Það kveikir nú alltaf í Gauta Már. Anna kemur, já. Já, hann hitt hann á hægri hendinni. Anna hitt hann. Það er eins og þarna. Hann endurtekur sig svolítið. Jón Ólafur veit að það kemur einn yfir hlaðin hægri. Man sér hann að reyna að finna leið til að koma sér hjá því að lenda fyrir henni. Það sem Gauti er líka að gera, ef maður ætlaði að fara út í smáatriðin á þessu, þá er Gauti að ringa í vitlaus átt, sko. Hann að ringa inn í vinstri hendina hans Jón Ólafs. Já. Í hvert einasta skipti, sko. Þannig hérna reynir hann... Hann myndi í rauninni vilja... Hann myndi vilja fara... Já. Á sína vinstri. Já. Þá myndi hann bæði... Hann lappar hann með... Þetta voru góð skipti. Hann lappar hann með hægri hendina sína nær skotmarkinu og... Dómarinn kallar tíma eflaust til að þurrka blóð. Þurrka blóðið. Og nefnu. Gauti Már með blóðum sér. Það er ekki skemmtileg upplifun. Það er áhrif á neföndunina og þar með þólið. Leðilegt. Gaman fyrir anstæðingin líka. Gaman fyrir Jón Ólaf að sjá anstæðingin sem komið með blóðum sér. Já, það getur kveikt í manni líka, sko. Já. Ég veit að mann segir handiwork sé að hafa áhrif. Virkilega flott vinstri hendi hann á Jón Ólafi. Gauti Már tökkar huguna alveg leiðin. Hægri hendur frá Jón Ólafi. Lendir fallega. Já, er Jón Ólafur núna mikið að pressa. Kemur dómarinn með aðra talningu. Dominika, hringdómari, tilur yfir Gauta Már. Þeir halda áfram. Rúmar 30 sekúndur eftir af þessari þriðju og seinustu lotu. Dauða þögn í salnum. Mikið þögn í salnum. Það verður stundum svo spennuþungi lofti hérna. Já. Það mætti bara heyra saumna og þetta. Það er svolítið þegar staðan er erfið fyrir Nefaleikafélag Reykjanes að þá þagnar örlítið. Seinustu 10 sekúndunar, sjáum hvað ég gera. Já, hendir hérna 10. Þung vinstri hendi. Frá Jón Ólafi. Vá. Það var líku bardaðanum. Þetta var... Já, gott fólk gefur Jóni Ólafi og Gauta Már virkilega gott hvað fyrir þeirra framistöðu hér í dag. Þetta seinasta combination lótunar var bara nákvæmlega það sem var eiginlega í gangi. Einar, tvær lótunar líka, sko. Já. Með allar lótunar. Þetta var svolítið Jón Ólafur að pressa hann, færir sig að steppa ykkar frá hægri hendinni. Já. Og neglir hann tilbaka. Neglir hann tilbaka. Það er rétt. Reynslumikill bardagi fyrir Gauta Már sem var helling inni. Já, Jón Ólafur kannski öruggur með sigurinn í þetta skipti. Já, ég held að þetta sé einróma í... Já, eftir 3 lótur er komið að dómaraúrskurði og sigurvegarinn að þessu sinni eftir einróma dómaraúrskurði að unanimous decision victory kemur úr bláðunni fyrir hönd Nefaleikadeildar Þórs, Jón Ólafur Haraldsson. Það er unanimous decision í bláa hátið og hérna sjáum við myndatökumann frá RÚV. Við nærðum sér smá sneið af bardagakökunni sem er í boði í dag. Við leyfum það, tökum því fagnandi. Það var komið að næstu viðreik sem að væntanlega 8. eða 7. viðreik dagsins. Það er Tristan Máni gegn Alex Orra Ívarsson. Jæja, gott fólk, næsti bardagi þessu sinni, hann er einn í Elite
karlaflokki, mínus 80 kg þyngdarflokki. Og við byrjum á að kynna inn úr bláa horninu fyrir hönd Hnefaleikafélags Reykjavíkur, Alex Orri Ívarsson. Og anstæðingur Alex kemur úr rauða Alex Ívarsson frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur eða World Class Boxing Academy, réttu veg, og í hinu hóðinu, rauða hóðinu. Það getur vel verið að við séum Og það rétt að árétta að Alex Orri að sjálfsögðu Davíðsson en ekki Ívarsson. Kendrick Lamar, aka Breezes, to me just they come. That mean your friend 60B up to my see my standards. I'll pump up by threesomes tomorrow. Kill them all, dead bodies through the hallway. Don't get involved. Það Tristan Máni frá Hnefaleikafélagi Akranesar. Það víst annar Tristan frá Hnefaleikafélagi Hafnarfjarðar. Grunaði mig þá að ég væri mögulega að rugla, en svo ekki. Það 3 sinnum 3 mínútur. Það lofa góðu. Jæja, box, fyrsta lóta. Fyrsta lóta fannast það. Alex á móti Tristani. Úff, góð hægrið hana, bara strax í byrjun. Já, vígalegur á svip. Hann Alex Orri. Tristan Máni, já, greinilega vandan á vaxinn. Þrefald jab með flott til að íta Alex tilbaka. Hægri kross. Nú þarf Alex að fara að svara almennilega fyrir sig. Já. Ó, 1-3-2 þarna, fallegt frá Tristani. Jabkrókur bein hægri. Alex leiður þannig upp í hægri. Já, Tristan séð að koma með 3 km fjarlægð. Já, hlóð svolítið mikið á leiðinn inn. Þarf að væri til í að sjá væri til í að sjá Alex nýta sér svolítið lengdina og flega frá sér fleiri stungum. Neglir í bodið þarna. Virkilega flott högg í bodið þarna. Tristan Máni. Tristan alveg veit alveg. Alex verður svolítið á hálum ís hérna. Tegir sig, póstar út með vinstri. Alex Orri andvarpar yfir þessu, skiljanlega. Tristan Máni flott á fléttur, mikla pressu. Núna þarf Alex að gera eitthvað í málunum. Ekki bara standa og horfa. Svolítið rætti við að taka í gikkinn. Já. Alex. Þetta Alex fyrir svolítið gunnsæ. Vonandi hliðar hann bara ekki inn. Vonandi hann að loka distansinu en það Já. Flottur krókur hérna hjá Tristan. Gerir vel í að loka fjarlægðinu svolítið. 5-3. Salurinn heldur áfram að hvetja fram Tristan. Já. Mér finnst hann bara að standa ágætlega. Þetta veit ekki alveg hérna
Já, það var eflaust ekki framistæðan sem Alex vildi í fyrstu lotu. Tristan stjórnaði þessu svolítið, kom bæðið inn, lokaði fjarlæginni betur. Var hana með þreföld jump og náði að setja upp ágæta fléttur á meðan Alex virtist svolítið ekki finna sig, var svolítið fyrir þungum höggum þannig, svolítið snemma og virðist að dreigja svolítið úr honum. Já. Það var svolítið spurning hversu mikið þið ná að sparka honum í gang. Davíð er bara að eiga rólegt við og spjalla sinn mann að koma honum í gang. Bara skýr skilaboð, það virðist að vera. Já, það flott. Og slærð hann að læra á honum, já, aðeins að reyna. Já. Vekja manninn. Vekja hann. En hérna sjáum við mynd Tristan Mána sem að, var yfirbúrað í þessu lótu. Þannig að við byrjum aftur. Sjáum hvort við fáum ekki strax betra frá Alex. Já, strax betra frá Alex. Klappa ég hann, ég er svo ánægður fyrir hans hönd. Já, aðeins betra frá Alex. Tristan með flotta hægri, tvöfalt jab. Já. Þórurinn aðstofnarþjálfari kallar því að hann fari bara á hann, ekki bakka. Það er rétt metið hjá þjálfarateyminu frá Hnefaleikafélagi Reykjavíkur. Alex lítur töluvert betur út þegar hann sér að sækja og er með frumkvæði. Já. Og er að setja högg út í korsmósi. Já. Það er sem leikurinn snýst sko. Maður fær engin stig fyrir að standa bara og horfa. Nei, heldur betur ekki. Flottir taktar hjá Tristan en Alex hérna víkur undan á réttum stöðum. Tristan í meiri erfiðleikum með að hitta Alex almennilega núna. Já, en Alex mætti svara fyrir sig þegar Tristan klárar sóknarnir sinni. Já. Það er svona eins og við tölum áðan sko, að gefa honum smá storm tilbaka. Já. Þarna. Einmitt. Tristan þannig gott högg í bótið. Alex svarar. Nú veit maður tæp mínúta eftir 50 sekúndur eftir að lótunni, mun jafnari lóta en svo fyrsta. Alex. Flott högg þarna hjá Alex. Úff. Þetta getur slegið manni vindinn. Hægri frá Alex. Kallaði eftir föstu höggi í bumbuna. Já. Og fast höggu uppi. Já. Það má alltaf gefa mönnum pott í bumbu. Núna fyrir að koma 10 sekúndur, núna veit maður sjá eitthvað, þannig að, já, Alex. Já, 10 sekúndur, Tristan með góða vinstri krók. Já. Alex lætur ekki draga mikið úr sér, reynir að svara móti. Já. Það er með líkur annari lótu, töluvert betri lóta frá Alex. Mun betri lóta. Mun betri lóta. Og fylgjumst það með hóttinu og sjáum hvernig Davíð Rúnar talar til sinn mann. Ég veit ekki. Ég sé ekkert ljós. Nei, ég veit ekki. Hver er það tæknilega slúður? Tekur keflið manni smá. Seconds out. Það
gerum okkur tilbúinir fyrir Þriðja lóta. síðustu lótuna. Já. Já, eitthvað smá högt þarna í mönnum. Alex Orri var bara mættur inn í hringinn. Hornið hans Alex kallar eftir meiri pressu. Já, hvað sjáum við hérna. Flottur krókur hjá Tristan. Það er pot í bumbuna og krókur uppi. Alex Orri hann spyrir sig. Jab uppi, jab niðri hjá Tristan. Og breytir Tristan til og fer uppi. Alex á framfætinum. Tristan með tvöfaldarstungu til að koma hún svolítið af sér. Úti blás. Vinstri krókur. Flottur vinstri krókur það. Já. Tveir, þrír frá Alex. Já. Þeir vilja meira vinnuframlag frá Alex. Kallaði eftir bumbupotinu. Og við fengum að sjá það þarna. Við vilja 4 högga kombo frá Alex. Ég var til að sjá það líka. Ó, góð stunga frá Alex. Virkilega flott stunga hjá Alex. Já, hann verður að finna seinna höggið. Góður stöðu þarna til að svolítið láta dynja. Já, nú er Alex, finnur einhverja lykt. Það er hann að góða vinstri krók frá Tristani. Díusek. Alex póstar hann á sér og neglar hann með hægri. Þetta er... Já. Nú, hvað finnst okkur núna, Nonni? Þar með líku þriðju og seinustu lótinni. Hvað? Alex virðist ekki sáttur. Hann er ekki sátt með sína frammistöðu. Negli frá sér hanskanum hana. Pirraður. Já. Tristan töluvert yfirvegari. Já, hvað finnst okkur núna? Það var nú... Glögg, fyrsta lóta hjá Alex. Já. Hann vann sig aldrei almennilega inn í bardagann aftur. Nei. Og hann er sjáanlega svektur. Já. Og ég verði að segja, ég held að megi vera það. Já, já. Hann lét þetta þó... Fyrsta lótan var versta lótan hans. Já. Það er auðvitað að segja. Fékk skilabóð frá þjálfarinn tíminn sinni að vera aktífari og svona. Já. Við báðum 4 högga kombo. Það skilaði sér ekki. Nei. Já. Hérna sjáum við... Sigur eftir einróma dómarúrskurða Unanimous Decision Victory. Hann kemur úr rauða hóndinni fyrir hönd Nefaríkafélags Akraness, Tristan Máni. Tristan Máni, sigurvegari. Gefum Tristani og Alex Orri vikið að gott kraft fyrir sína frammistöðu hér í dag. Öruggur sigur hjá Tristan Mána í þetta skipti eftir 3 mínútur lótur. Nefaríkafélag á Akranesi eiga bara fínan dag hér í Keflavíkinni. Fyrsta tap. Nefaríkafélag Reykjavíkur held ég alveg pottþétt í dag. Hafa verið mjög sannfærandi. Já, eins og sem svo oft áður. Það er komið að næstu viðureik. Það
Jæja, gott fólk, það komið að co-main event dagsins og annar keppenda hér, hann úr heimabænum sínum Njarðvík. Það ekki langt að fara hingað inn í höndina, við ætlum að byrja fyrst á að bjóða velkomin úr bláa horninu. Og að sjálfsögur að nefna að þessi flokkur, það 80 kg karlaflokkur, elítflokkur, en úr bláa horninu fyrir hönd Heimaleikafélags Æsis, bjóðum velkomin inn í ringinn, Alvaro Herrero López. Það kynnt inn bláa hornið, Alvaro Herrero López frá Æsi. Það sannur bardagamaður með heila 10 MMA-bardaga á fyrirskráni, hvorki meira en minna. Ja, segðu mér að þið finnist gaman að berjast, án þess að segja mér að þið finnist gaman að berjast. Jæja, gott fólk, það komið að andstæðingi Alvaro hér í kvöld og hann ekki á lakaragerðinni. Hann keppir fyrir hönd Heimaleikafélags Reykjanes. Hann beint hérna á Njarðvík. Bjóðum velkomin inn í ringinn, Bjarni Ottósson. Já, hérna sjáum við í bláa horninu Alvaro Herrero López og inn í rauða hornið stígur engin annar en gamla kempan Bjarni Ottósson. Já, hann hefur verið að boksa lengi, var kannski upp á sitt virkasta fyrir svona kannski cirka 10 árum síðan, en aldeilis búinn að rífa upp hanskan aftur, æstur í að koma til búrið og heimamaður frá Heimaleikafélagi Reykjanesbæjar og hann til í þetta. Sjáum að hann vel strípar hérna í hvítu og grænum borða. Þetta er co-main gott fólk, fyrsta lotta, ljósanótt, HNI byggamót. Þetta Látum heyra vel í okkur. Þetta er co-main event of the evening. Ég örugglega spenntastur fyrir þessum bardaga. Ég hlakka mikið til að sjá Bjarna aftur í hringnum. Hann ekki bóksari af lakaragerðinni. Nei, svo skilst mér. Þjarmar hér að Alvaro. Alvaro alveg til í það. Langt síðan Bjarni hefur keppt. Greinilega vill geima vinsthendina sína lágt niðri, Bjarni. Já. Bjarni á það til að taka svona Philly Shell, kallar hann þarna til sín. Já. Og einmitt til að vera svolítið. Herri, Bjarni alveg til í það. Já. Bjarni einmitt, þetta er... Þjarmar að Alvaro eins og hýena með hundaæði. Spurning hvort það svona flettur og mikið output, rífa aðeins úr tanknum. Það þarf enginn í heiminum að kalla eftir meira outputi frá Bjarna. Vantar ekki upp á lengd á fléttunum. Nei. Spurning hvernig Alvaro bregst við þessu. Þetta er einstu mikil barndamaður úr ýmsum greinum. Bjarni virðist vera ráðgáta sem erfitt að leysa. Þarna smell hitti Bjarni. Þeir stíga tilbaka, Bjarni gerir nákvæmlega það sem hann átt að gera. Já, en bara í sekundu. Já. Og heldur svo bara strax áfram. Já. Það vantar ekki upp á pressuna frá Bjarna. Nei. Bara ætlar að trukka hann niður. Spurning hvar Alvaro á að líða vel. Bjarni búinn að bjóða honum inn í fanginu á sér og bóksa úr stuttur fjarlæg.
hann sigrar það. Ef þið standa svona þá sigrar Bjarni gegnum pressuna. Bjarni bara einfaldlega léttar í höndunum. Já. Það kláraðist fyrsta lotan. Alvaro brosir. Þetta er kannski stærra verkefni en hann átti von á. En hann brosir yfir ásendinu. Kíkjum aðeins yfir í rauða hornið. Hérna sjáum við Bjarna sem líklega sannfærandi vann þessa lotu eða hvað, Garpur? Hver? Bjarni. Já, það? Finnst þér það? Kemur það? Mér finnst það. Já, auðvitað. Ég hugsa að ég setja hann Ég held að það kemur fátt annað til greina. Ég held að hann átti pressa áfram, náði fleiri fléttum, mun fleiri högg. Spurningum mitt hvernig hann ætlar að svara fyrir þetta í næstu lotu. Ég held að Bjarni getur alveg leikið sér svona næstu 2 lotur sko, og ef ekki meira output sko. Já. Hann það var á sínum tíma allavega og virðist enn vera algjör maskína sko. Heldur betur. Vantar ekki upp á gasi hjá honum Bjarna. Nei, það er nóg eftir á dag. Önnur lota. Hann hleypur alveg í hann. Og honum finnst þetta mjög gaman. Já. Sjáum hvað svör Alvaro kemur með. Af því Bjarni spyr erfiðar spurningar. Give it time, segir Vilhjálmur Hernandez í hótinu hans Alvaro. Ríkaleg lengd hjá Bjarna þegar hann ákveður að leiði með vinstri hendinni en hægri hendinni er það sem þú ættir að hafa áhyggjur af. Bjarni með góðar hreyfingar. Því að við auðvitað þurfum sko að hafa í huga hver er blue boxer í kvöldsins. Hver á að hljóta Alveg rétt, ég var búinn að gleyma því. 100 svona verðlaun. En ég verð að segja, ég er mjög hrifinn af Bjarna. Já. Sem blue boxera, ekki í öðru samhengi. Komaði saman hana. Gott svar frá Bjarna með fljótur vinstri krókur. Dómarinn stöðar þetta. Stopp segir Pétur með dómari. Bjarni byrst afsökunar hratt og hann segir æ fyrirgeðu. Ætla svo aflaust bara að halda áfram að kýla hann. Já. Flottar hreyfingar hjá Bjarna og leiðir áfram með vinstra hendinni, geymir hann að rangt niðri. Aðeins búið að hægjast á outputinu. Var þetta backfist? Já. Glinchaður. Gott högg hann á breykinu. Já, Alvaro lætur hans finna fyrir sér á breykinu. Já. Smell hittir þarna Bjarna. Bjarni svarar fyrir sig. Breyka. Pétur dómari kallar breyk. 15 sekúndur. Góða eyru frá Bjarna. Flott pressað því að Bjarna. Hittir 2 góðum höggum. Þannig líkur lóðutunni. Já. Alvaro aðeins betri þarna. Aðeins betri þarna. Já. Náði aðeins meira að halda Bjarna í skefjum. Allavega. Virðist ekki eins hafa alveg eins mikið output, en þrátt fyrir það þegar hann ákvaði að loka vegalengdinu og elda hann uppi með einhverjum fléttum á gerði hann það. Vissulega. En Blue Boxari segiru. Ætla hann sé að fara að fá millifærslu bara eftir móti.
Já, eða bara beinharða peninga. Já, það er svoleiðis. Já, ég hef þónlega ekki lofað því. En mér finnst svona risastór ávísun vera rétta leiðin til að afhenda. Mér finnst það líka. Svona icebox stemning, svona eins og með play-gjafabréfin. Já, ég myndi segja það. Bjarni öðru luti þreyttari núna heldur en í fyrsta luti. Já, sem nú kannski ekkert svo rosalega furðulegt. En hann lítur tildulega vel út núna. Ef hann náði að jafna sig vel. Þriðja lóta. Þriðja og seinasta. Þriðja og seinasta lóta. 3 mínútur og þú getur orðið blue boxer í kvöldsins. Alvaro reyna að svara fyrir sig með hægri, rétt hittir ekki. Herðu, Alla hitt hann. góðu 3-2. 3-2 hjá Alvaro, ég hitti ágætlega. Sturukefni, smá. Já, fyrst til að blikka tapar. Já. Break. Break kallar dómarinn. Hægri frá Bjarna, rétt svo framhjá. Lúmsk hægri þannig frá Alvaro. Það ætlaði Alvaro aðeins að byrja að dansa og leika sér en Bjarni refsar honum fljótt fyrir það. Já. Þetta er engin leikur. Alvaro sjáanlega... Dómarinn í fyrsta skipti í kvöld að kalla eftir einhverju activity frá nefaleika köpunum. Heyrðu? Lúmsk hægri á breykinu. Á breykinu. Hægri þannig frá Bjarna. Flottur tvistur hann í Bjarna. Eins og þú réttilega bendir á. Alvaro virðist vera honum vel þreyttur. Gripinn þarna svolítið. Alvaro með galopinn munnin. Segir að Bjarni hefði slegið sig aftan eða ofan á höfuðið. Pétur gefur áminningu. Flott uppögg. Bjarni heldur bara áfram. Já, þarna. Góð hægri á Bjarna. Það er ekki að... Alvaro svarar. 1-2 fyrir sig. Tveir frá Bjarna, þeir klintsja, Alvaro að halda bara bókstaflega heldur í hann. Seinustu 10 sekúndunar. Hvað ætli... Já, bang! Bang! Þar með líkur koma inn á vendinu. Já, Bjarni Óttarsson gegn Alvaro. Bjarni gefum Alvaro og Bjarna virkilega gott klapp fyrir sína frammistöðu hér í dag. Virkilega skemmtileg barndagi. Maður hérna sögst alveg inn í þetta. Já. Comeback hjá Bjarna. Til hamingju með það. Bjarni tók svolítið snemma yfir barndagan. Hélt kannski stjórna barndaganum mest allan tíman. Meðan Alvaro var svona að reyna að vinna sinn tilbaka. Já, það er góð lýsing á því sem átti sér stað. Já. Bjarni virðist verulega sáttur með frammistöðun allavega. Já. Takkar öllum kærlega fyrir. Hún var mjög gaman greinilega. Já. Það er nóg orka í honum, hann heldur bara frá að dansa. Jæja, eftir 3 lótur er komið að dómaraúrskurði. Sigurinn að þessu sinni eftir einróma dómaraúrskurði að unanimous decision victory kemur úr rauða horninu fyrir Endurvarnarfélags Reykjanes. Bjarni Óttarsson. Það er einróma ákvörðun í rauða hornið til Nefaleikafélag Reykjanesbæjar. Bjarni Óttarsson, fullar orku, skemmtir sig greinilega konunglega. Gefum Bjarna virkilega gott klapp fyrir hans frammistöðu. Hér kom og líka Alvaro. Það er þjarmað að Bjarna, honum er óskar til hamingju af vinum
æfingafélögum og öðrum elskendum. Greinilegt að hann vinsæll hérna í bænum. En þetta er gaman að sjá, það eru allar skemmtir hérna. Ég vil gesti á QR-kóðan sem birtist hérna innan skamms á skjánum hérna sikkurum megin við mig. Þar getið þið góðir gestir valið bardagamann kvöldsins hérna í dag eða Blue bardagamann kvöldsins og það birtist hérna á skjánum innan skamms. Við erum mynd á QR-kóðan sem á að koma á stórustildin í salnum. Það er komið að aðalbardagamann kvöldsins. Hann í 90 kg plus kartaflokki, elít kartaflokki. Og við viljum byrja að sjálfsögðu á bláa horninu fyrir hönd Nefaríkadeildar Þórs, Ágúst Davíðsson. Brakandi ferskur klaki með sítrónu, granateplum, límónu eða án bragðefna, en alltaf brakandi ferskur. Hérna er komin inn í hringinn. Og úr rauðaðunni fyrir hönd Bogartís, bjóðum velkomin inn í hringinn, Sigurjón Guðnason. Það er Davíð Ágústsson gegn Sigurjóni Guðnassyni. Sjáum við hérna, komið sjáinn. Í rauðaðunnu Sigurjón Guðnason. Síðasti bardaginn hér í dag, gott fólk, látum heyra virkilega vel í okkur. Akureyrinum knáa Ágúst Davíðssyni. Dómarinn Guðmundur, hringdómari, fer yfir reglur hringsins. Minnir á það sem þeir vita báðir. Það er bannað að slá aftan á höfuð. Fyrsta lóta. Og svo framvegis. En fyrsta lótan byrjuð. Þetta eru stóri strákar. Hérna gætum við fengið dramatík. Gæti verið svolítið erfitt að greina á milli þeirra, báðir skærrauðir. Já. Ágúst í bláa horninu með bláa hanskana. Sigurjón með rauðu. Þetta er rematch. Þetta er rematch? Já, þeir hafa barist áður og ég er nokkuð viss að Ágúst hafði sigur að hendi þá. Já, hvort þeir ekki barist eitt sinn í VAPC í bólbleikamótinu eða hvað? Jú. Það sé ekki rétt. Það gæti passað. Já. Sigurjón búinn að vera öflugur að æfa sig síðan. Ágúst mun reynslu meiri, úff. En þetta eru stóri strákar. Stóri strákar. Bannað í það sem dómari. Já. Það er mikill skriðþungi inn í hringnum. Já. Þetta eru tveir skriðdrukar að skella saman. Þetta er örugglega úff. Flotti krókar hérna hjá Ágústi. Jabbardaginn. Góða hægri hjá Ágústi. Stígur hann inn. Þung vinstrendi hjá Sigurjóni. Ágúst fann fyrir þessu. Já. Margar stungur frá Ágústi. Sigurjón ákvað að hanga hana. En hann svara fyrir sig með tvistunum. Trukkar áfram. Loka fjarlæðinni með tristunum. Það er sígilt. Það er varasamt þegar Sigurjón fer að hlaupa af stað. Maður veit aldrei hvað er að koma. Break. Mínúta eftir á lótunni. Flottur krókur hafna hjá Ágústi. Úff. Klingsið. Gott body högg hjá Sigurjóni. Sigurjón er með dínamít í höndunum. Það sem hefur orðið honum svolítið að falla í gegnum tíðina er að ná það til að þreytast ansi hratt, en hann virðist ferskur núna með 30 sekúndur rúmar eftir. Já, ekki alveg það sama að segja Davíð sem er vann að anda ansi djúpt og pústa út. Davíð andrar um nefið, út munninn. Sjámanlega þreytur. Getur þarna. Grípur hann þarna á endanum með hægri. Sigurjón. Önnur hægri frá Sigurjóni. Farinn að skynja.
Sigurinn liggur í loftinu. Það er break. Sigurjón settur í hlutlaust hvítt horn. Talið yfir Ágústi. Lotan líklega búinn. Og svo þá er lotan búinn. Þetta var rosalegt. Mér sýnist... Þetta var rosalegt. Þetta er rosalegt. Hérna í myndinni sjáum við Ágúst Davíðsson. En Sigurjón tók svolítið yfir lotuna í lokin. Já. Hann á að verið stega slatta eftir á tangnum. Það sem verður einmitt að varast er að Ágúst er mjög tæknilegur, þrátt fyrir að vera eins þungur og hann er. Mjög tæknilega góður, hann er með flottar stungur, heldur fjarlæðinni vel, er mjög hreyfanlegur og léttur á fæti. Sigurjón aftur á móti er með anti-stílinn hans Ágúst. Hann trukkar áfram með þungar sveiflur og þetta var einmitt tækifæri fyrir hann að koma Ágúst út í horn og láta dynja. Einmitt. Að það er... En ég hef tilfinningin þessi barndagi gæti orðið stoppaður ef að Ágúst fær ekki í svona second wind. Já. Önnur lóta. Það var önnur lóta. Hérna sjá það. Svo er það ég þetta kom í lok fyrstu lótunar og það verður, byrjar Sigurjón bara að trompi strax. Hann byrjar á krafti. Sigurjón. Hann að góðum tvisti. Ágúst Davíðsson leitar í skokkinn, kannski ykkur smá vonum að hægja á honum. Góð hægrið hann frá Sigurjóni aftur. Hleypur hann niður. Þjarmar að honum. Þetta eru algjör naut. Já, stuðningsmanna teimi frá Boðatýr í stúkunni. Klappa saman höndum og kalla áfram Sigurjón. Sigurjón með þunga stungu. Fer þarna í bodyið og... Náði að gefa honum bara... Hleypur hann niður, ég held að ég... Þá slefið það svitir sem flaug hérna yfir okkur. Hérna... Já, yfir þig, ég slapp. Verður það góður. Já, takk. Þetta var eins konar hérna... Sástu Sigurjón tók eins konar leggjack á hann, hana í miður kombinationi. Það var svolítið ný tækni. Var bara náttúrulega að lenda hér. Sigurjón með þunga hægri. Já. Það var Krókur sem átti annars að fara í body eða haus. En Davíð Ágústsson var sig og vel þéttur. Í fortíðinni hefur svolítið orðið Sigurjón að fallega þegar hann fær þessi tækifæri, þegar hann hittir þessari þungu stungu og hann gerir svona sterka eftirfylgni og kemur þeim út í hálf, að hann á það til, það tekur mikið úr svona stórum mönnum, sko. Já. Mikill sprengikraftur og sem fer í slíkar hreyfingar við það að lenda einhverjum höggum í framhaldinu. 100%. Þannig, hann virðist vera að standa sig þrátt fyrir það. Afskaplega vel. Þung högg frá Sigurjóni. Já. Já, það veit náttúrulega enginn hvað er eftir mikið eftir á lótunni. Það er stutt eftir Sigur Hóttinn. Sigurjón kannski aðeins fara að róast yfir honum. Já. Fann að anda þungt líka. En hann virðist verið með betri tank heldur en Ágúst. Herðu. Ágúst fellur í gólfið. Þetta er ekki gilt sem knockdown. Dómarinn segir að Sigurjón hafi bara ítt honum í gólfið, sem að ég held að sé bara rétt metið. Ég held að líka. Getur verið erfitt að greina á milli hérna knockdown og þegar menn eru einfallega bara svo þreyttir að það má ekki stugga við þeim og þeir hrynja. Þeir eru báðir að finna fyrir þreytunni núna. Það er bleið 10 sekúndur eftir. Lítið á baku högginn sem Ágúst er að skella í hann. Það kemur rosalega óvart. Þetta Sigurjón er augljóslega, heyrðu, ég fékk hérna annan glæning yfir mig. Já. Ég veit ekki frá hverjum. Þessi var vonandi ekki mér. Nei, en þú ert allir út aðdæður í glæðningum. Já, ég fekk á hann á hendina eitthvað sleið við að svita og núna aðra gjöf og... Já, það er verið að gefa. Já, það er verið að gefa. Það er dundutönningin í Blúhöllinni. Við sjáum á hvíta skjánum í hóttinu að það er komin QR-kóði til að kjósa vinsælasta boxara kvöldsins. Það er allt saman í búði humarsölunar.is, Klaka, Shave Cave, Snooker Pool.
Sigurjón er að koma með mjög skemmtilega óvart. Hann hefur virðist vera búinn að taka kardíóið sitt vel í gegn. Þolið er mun betra á þessum tímapunkti í fyrri barðum. Þá hefur hann svolítið þá er hann búinn að vera gasaður síðan í fyrstu lótu. Heldur betur. Við sáum að Ágúst byrjaði svolítið að gasa bara í lok fyrstu lótu, en það fór ekki sást á Sigurjóni fyrir hann bara í lok annar lótur. Og mér sýnist hann vera ágætlega ferskur meira þess að núna. Þetta er þriðja og síðasta lóta dagsins. Já, þyngd. Sigurjón í bótið. Þyngd bak við högginn hjá Sigurjóni ennþá. Virðist ennþá ágætlega léttur á fæti og höggþungur. Nokkuð ferskur. Já. Gæti verið spræk mínúta eða 2 hjá Sigurjóni framundan. Sigurjón reynir 2 fasta tvista. Vill klára þennan bardaga. Hún er langur í Sigurinn. Já. Ég held að þeir bæði búin að æfa fyrir Sigurinn og vill Sigurinn inn í hringnum. Ágúst. Og Krók. Sigurjón svarar. Lúmst högg hana frá Ágústi. Sigurjón í drunum á sér. Greip hann bara eins og naut hanna. Heldur betur. Það er held ég bara 100% rétt að takið. Þung högg ennþá að fara á Sigurjóni. Já. Núna þarf Davíð að fá smá respekt tilbaka. Já. Sigurjón í bóti. Flott vinna í bótið. Já. Það heldur að hann að láta högginn bara dynja. Svakaleg hægri hendi. Ágúst Davíðsson er á hálum ís. Það er rúm mínúta eftir. Þeir boksa. Flott stunga hjá Sigurjóni. Þeir eru bara að láta högginn dynja núna. Ágúst með lúmska hægri hendi þarna. Tæp mínúta eftir af seinustu lótunni. Þannig að Sigurjón aðeins var að þreytast. Svakaleg vinstri hendi frá Sigurjóni. Já. Það er reynir að svara fyrir sig, en það er ekki kraftur í þessu. Þetta er rosaleg högg hérna í... Talið yfir Ágústi. Sendur í nútralorni. Hann er til í svona pásu. Sigurjón mætti tæknilega séð ekki kvilla hendurnar þannig að ofan á, en dómarinn virðist ekki taka eftir í. Þetta byrjar 10 sekúndur. Það eru 10 sekúndur eftir. Það verður bara... Holy hallelujah, Batman! Let's go! Góða svo... Já, strákar! Heldur betur! Þá gefum Sigurjóni og Ágústi virkilega gott fyrir frábæran frammistöðu. Þetta var rosalegt. Geggjaður bardagi, drengir. Rosalegur endir. Báðir kláruðu alveg tankinn. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Já. Eða Blue Boxer. Við býðum eftir niðurstöðum í þessum bardaga. Við sjáum mynd. Mig grunar Sigurjón rauða hornið í þessum bardaga. Mig grunar rauða hornið líka. Tölvöld samfærandi, lendi betur, meira átbúð. 2 talningar, þó að það telli nú ekki. Já, það telli ekki, en það sýnir svolítið átbútið allavega. Heldur betur. Og sigurinn þessari sinni eftir unanimous decision victory, einróma dómaraúrskurð úr Bójatýr Sigurjón Guðnason. Jep, það er einróma dómaraákvörðun í rauða hornið. Sigurjón Guðnason frá Bójatýr fær sigurinn gegn Ágústi Davíðssyni í loka viðureign dagsins hérna í Blue höllin í Keflavík. Þvílík veisla. Núna er kosið Blue Boxari kvöldsins sem mun hljóta 100.000 krónur. Annarkvort í millifærslu, beinhörðu pinningum eða risastórum checka. Sjáum hérna á minni vinstri hönd
Sigurjóni mikið fagnað af ástvinum og vinum og æfingarfélögum rétt eins og Bjarna Óttarsinni áðan. Þetta mjög fallegt og gaman að sjá. Hann virðist hafa unnið mikið fyrir þessu, æft stíft fyrir barnaðan og gaf ekkert eftir inn í hringnum. En núna verið að gjósa. Það má kannski sjá til hversu langan tíma við fáum til að gjósa og svo framvegis. En við minnum auðvitað á að þetta frábæra hnefileikakvöld hérna í Reykjanesbænum, hérna í Blúhöllinni hjá HNÍ. Fyrsta haustbikarmótið styrkt af Humarsölunni.is, Shave Cave, Snókur og Púlstónar, Klaka og að sjálfsögðu Luxor sem að færa okkur þennan glæsilega ljósabúnað sem hengur hérna yfir hringnum. Og að meðan við bíðum eftir niðurstöðu dómarúrskurðar. Atkvæðin eru eiginlega komin í hús þannig að við ætlum bara að vinda okkur í að tilkynna Blue Boxara kvöldsins. Ég verði eiginlega bara að fara núna. Ég mæti í vinnu í bænum eftir 3 mínútur. Það er alltaf leið. Takk fyrir samverðinu. Já, bara takk fyrir mig og bara takk fyrir kvöldið. Takk fyrir kvöldið. Takk fyrir daginn. Við sjáumst á sinni. Við sjáumst á sinni. Garpur Fletcher kveður að sinni. Og það er auðvitað vert að nefna það að verðlaunin eru ekki af lakari gerðinni en Blue Boxari kvöldsins, hann fær að viðurkenningu og verðlaunum 100.000 krónur íslenskar fyrir framistöðu sína hér í dag. 100.000 krónur fyrir það að vera Blue Boxari kvöldsins. Von bráð að vera tilkynnt hver Blue Boxari kvöldsins eftir örstuð skilaboð. Brakandi ferskur klaki með sítrónu, granateplum, límónu eða án bragðefna, en alltaf brakandi. Já, áður en að allt tæmist, þá verður tilkynnt Blue Boxara kvöldsins. Við bíðum áfram eftir niðurstöðunum. Mér skilst að þessi komnar í hús, það er búið að loka fyrir kosninguna og við bara bíðum tilkynnum eftir örskamma stund. Jæja, gott fólk, þið hafið valið Blue Boxara kvöldsins. Niðurstöður eru komnar á hús úr QR-kóðanum góða. Og verðlaunin eru ekki að lakari gerðinni, það eru 100.000 krónur íslenskar fyrir framistöðuna hér í kvöld. Blue Boxari kvöldsins engin annar en Njarðvíkingurinn Bjarni Ottosson. Og það Njarðvíkingurinn Bjarni Ottosson sem hefur verið kosinn Blue Boxari kvöldsins og hlýtur í verðlaun 100.000 króna verðlaun. En hann átti hrikalega góðan barða gegn Alvaro Herunderas. Hérna hann. Já, ég get ekki sagt hérna hann, en hann kannski nær því að vera í hérna bláhóttunni. Þeir standa hérna við hringinn fyrir neðan rauða hótnið. Spurning hvort að hann fái ekki verðlaunin afhendinn í hring og hneigir sig fyrir salnum. Kæra þakki gott fólk fyrir frábært mót hér í kvöld, bikarmót HNÍ, við þökkum fyrir okkur. Það hart nei, það bara búið að slúta. Gleðilega hátíð, gleðilega ljósanótt og við sjáum síðar. Gleðilega hátíð, gleðilega ljósanótt er loka orð dagsins. Þulurinn hefur hvatt salinn. Það Bjarni Ottosson frá Nefaleikafélagi Reykjanesbæjar. Hérna hann í mynd. Fagnar, trillir og kætir. Þakka kærlega fyrir þetta framistöðu í kvöld, Bjarni, og gangi vel. Hann með umslag í höndunum, þannig að hann hefur fengið þetta greitt í beinhörðum peningum. Það er gott að vera boxari á Íslandi í dag. En ég þakka öllum fyrir að horfa og fyrir að trilla og peppast með okkur. Ég heiti Jón Kristoffer fyrir hönd MMA frétta. Við sjáumst aftur eftir 2 vikur á í öðru degi Nefaleika-mótsins. En það verður haldið í húsakynnum VFC í Kópavogi. Og svo þriðji dagur Nefaleika-mótsins verður haldið í nýju glæsilegu húsnæði Nefaleikafélag Hafnarfjarðar. Upp á völlunum, ef mér skjáttast ekki. Þannig að það nóg af góðu boxi framöndan.
endilega haldið áfram að fylgjast með. Það er gaman að vera boxar á Íslandi. Svo ekki sé minnst á okkar Einarsson Kolbeinn Kristinsson sem að þetta sáum að para saman allt mótið. Sá kappi stendur 18-0 í 18 manna nefaleikjum og við bíðum eftir að fá fréttir af næsta barða frá honum. Þannig að það er eitthvað stórt í vændum. Hérna sjáum við liðið frá nefaleikafélagi Reykjanesbæjar, Bjarni Ottosson í miðjunni, ásamt Fríðu Föruneyti. Það er myndataka fyrir grammið. Gerir ráð fyrir. En ég kveðast inni. Takk fyrir að vera með okkur og við sjáumst aftur eftir